Gótt kvöld, góðir áhorfendur. Góða kvöldi, verið velkomin á skjáinn. Það er komið að þessu. Þriðja keppni. Daniel heiti ég Brynjólfur heiti ég. og Með okkur að norðan er Ingi, ertu á línunni? Já, ég er hérna norðan heiða klári í slægin með ykkur strákar. Þetta verður rosalegt. þetta verður ekki keppni. Já, það verður styttur kantinu með þetta pre-game show hjá okkur, eða pre-race show. Já, þetta var ekki alveg nógu vel skipulagt hjá okkur núna í kvöld. Já, það var líka svona síðasta race það gerðist ýmislegt. Já, það gerðist ýmislegt en það var erfitt að taka þetta til. Já, Það var- við erum allir uppteknir menn. Já, það er nákvæmlega svo leiðis. Þetta verður að duga í bili, Já, en það var skemmtilegt race. já, Það var mjög spennandi, það sem Davíð Rúnar, hann byrjaði á pól, Já. en Gunni skaust fram úr. já. Og það stemdi í hörku baráttu allt til enda þá til að Gunni reyndi að kreista einn aukarhring út dekkjunum sínum. Já, það er ekki líklegt til árangurs. Nei. Þessi dekk þegar þau fara þá eru þau farin, sko. Og þá bara raunir sildi Davíð Rúnar sér heim og tryggði sér annan sigur á tímabilinu, tveir sigur á tveimur keppnum og hann er að byrja heldur betur sterkt þetta sísón Já, nákvæmlega. og það verður náttúrulega rosalega áhugavert að sjá hvernig það fyrir í kvöld því að Já, það verður mjög áverst. Í kvöld erum við ekki á grúp 3 bílum eins og við höfum verið á fyrstu 2 keppninar. Núna verðum við á grúp 2 eða Super GT bílum og það verður svolítið meira svona one make nánast. Það Já. er svona einn bíl sem er áberandi bestur. Hinir eru mjög nálægt því að vera jafngóðir en það er svona Já, það má alveg deila það og það er svona þá fer líka svolítið vopnið kannski hans Davís, hann er búinn að vera á Toyotunni sem er mesta endarhraðan, Já. klálega og er sterkasti bíllinn í dag á GR3 en svo veit maður aldrei þegar leikurinn uppfæri hvað gerist seinna meir, það getur en eins og ég segi núna eru að fara á GR2 bíla, þetta eru kraftmeiri bílar og í leiknum nú bara einhver 8 bílar í boði, Já. þar að veru 2 myndi ég segja sem eru raunur með höfu og herðar yfir hinna. Já, ég er sammála því. En það eru sem sagt Lexus RCF og Nissan GT-R, GT500 bílar. Og Gira. Já, Já, mitt og svo reyndar held ég að það verði jafnvel 3 bílir notaðir í dag. já, ég held að Ég leifa því bara að koma í ljós. já, Förum yfir það er erfitt að muna nöfnin alltaf þessu bílum. Ég veit ekki hvort að þú munir hvað Hondan heitir. NSX. Honda NX6, hún er líka mjög sterkur bíl. Allir þessi bílar sem eru nefndir hérna, Toyota, Lexusin og Nissan, þetta er allt 2016 árgerðir Já. og hafa verið svona mest notaði þegar að það eru mikinn beygjurhraða eins og við erum með hér í kvöld. Það er mikið af hröðum beygjum og downforce skiptir miklu máli. Akkurat. Það verður gaman að bara á eftir við náttúrulega rúlum gegnum keppenduna, við förum í æfingarhólfið og rennum yfir. Já, og Ingi ætlar að taka hring fyrir okkur á brautinni og sína okkur hvernig brautin liggur og hvernig það er að gera þetta. Og tölum bara saman í gegnum það er svolítið skemmtilegt. Þetta er mjög fræbrauð, við erum komin til Brasilíu. Já, við erum komin í Brasilíu núna og Autodromo de Interlagos. Interlagos, akkurat, og þetta er alvöru braut og hún er notuð í Formule 1. Meðal annars. Þannig að þetta eru braut sem vonandi kappakstursáhamenn kannast vel við Já, nákvæmlega. og það er virkilega gaman að Áhugavert í þessa braut er líka að hún er öfugan sem sagt counterclockwise eins og þau segja. Flestar brautir liggja meira til hægri út frá fyrstu beygju og hringurinn fer eins og klukkan en Já. í þessari braut þá erum við að keyra öfugan klukkuring. Já, það er rétt. Ég hef ekki eins og pælt í því. Búin að keyra þetta einhverju 100 hringi hérna æfa fyrir keppninu morgun og ég var ekki eins og búin að taka eftir þessu. Nei, ég var ekkert búin að pæla í Það er heldur. eina fáu brautum sem að liggja svona. Það eru flestar hinsegin en það er alltaf gaman þegar maður er með smá tvist í þessu og þessi braut, hún er alveg gríðarlega skemmtileg. Ég held að þetta er svona eina af þessum legendary brautum eins og Spa og fleiri, Suzuka. Þetta er eina af þessum brautum sem stendur svona upp úr mínum að til. Já, nákvæmlega. En er ekki eftir ykkur að bíða, ef ekki bara vinda okkur út á braut og ekki fá bara? Inga til þess að setja bak við stýrið Já, og sína okkur taka fyrir brautina. okkur kannski 2 hringi og við tölum okkur í gegnum þetta og verðum með borð og ræðum hvað eru fram úr. Nákvæmlega. Ja, Herru, þá skaflarnir. bara Já. skipti ég yfir á leikinn. Og hér erum við komnir og enn og aftur þá ætla ég að vera að fylgjast með spjallinu á YouTube og þið kannski látið okkur vita ef að hljóðið er eitthvað ábóta vant. Og náttúrulega líka minna á ég ætla líka að biðja fólk að í þetta sinn að endilega koma með spá fyrir keppni dagsins. Það væri mjög
okkur náðist ekki að koma út skoðanakönnunni sem við höfum verið að reyna að gera í hvert skipti en það mun vonandi ekki mistakast aftur en við skulum fara þá núna ég vona að Ingi sé komin út á braut. Ingi, ertu ekki út á braut? Jú, ég nýkomin út á brautina. Já, við ætlum bara að byrja að fara bara beint til þín og setjast borð og svona við höfum þetta og svona við getum séð hérna gíranæðina og svona kannski að fara bara beint borð. Þannig að þetta er núna átlappinn, þetta er bíllinn hans Inga sem við keyrum á morgun og hann verður á Nissanum. En já, skulum hérna setjast borð hjá honum. Þetta er hérna, hann er nú alveg að klára átlappinn. Síðustu beigjum á ringinum og hann fer á langa beinakaflan. Síðasta alvöru beigjan hérna. Lykilatriði að ná góðum hraða hann í gegn. Gríðarlega mikið að beygja. Þetta er mjög langt rönn sem þú ert að fara á og þetta er aðal fram úr tökukaflinn í brautinni. Þannig að þetta ná upp í þannig að þetta komast upp í 270 275 sýndist mér leiðast í að fólk gerir svona ljóst og fer beint í 2 tryggibeygjur vinstri hægri S er það ekki Senna S-in? Yeah. Svo er hann komin í sektor 2 hérna og þetta er mjög erfiður kafli, svona trikki, maður verður svolítið að þræða nálarauga þarna því að þetta fara alveg þrykkjunum í 3. gír, 4. gír, svo niður í 1. knapp beygja þarna hefur Inga að reyna að komast í annan eins fljótt og hann getur á þess að snúa bílnum. Fer upp í 3. og sér hann er að komast niður upp í 200 hérna bíl og það neglar aftur niður í 1. gír og aftur þannig að komast í annan gír eins hratt og hann getur, reyna að losna af allt spól, fer upp í 4. jafnvel 5. gír og tekur hérna mjög trikki hraða beygju í öðrum gír, reyna að halda hraðanum í gegn fyrir loka sprettinn. Ingi, það verður líka bara fróðilegt að sjá Ingi hérna hvaða tíma Ingi er að setja á þetta. Þetta er bara mjög fínt að hann setur um eitthvað viðmið hérna, 1.25,5 cirka. Þú taktu nú annan hring. Reyndu nú að keyra eins hraðar. Já, sko, ég er nú reyndar ekki að taka, sko, Nei. það hottest laps. Já. Reyna að lúka vel í myndavel. Það er gaman að fá líka svona sektortímana smá viðmið, þegar maður er að fylgjast með. Þetta var 21, cirka 21 sektorinn. Það er erfitt að mælda að þetta gerir svo hratt. Trikki beygjur hérna. Þetta er mjög trikki. Hatturinn er að klára hennar núna, að klára sektor 2, hann er búinn að taka allar þessar erfiðu beygjur. Það er nú cirka 1.04 þarna. Já, hann er svo langur hérna miðju sektor, hann er alveg 40 sekúndur. Aðal sektorinn. Sjá þessa braut, þetta er fallega hérna áhorfendastæðin, þau eru að sjálfsögðu þéttsetin í dag. Það er slegist sætin. Þessi hérna er sennilega mikilvægasta beygjan í brautinni. Ef þú nær þessu ekki vel, þá er bara allur hringurinn undir. Já. Já, það eru bara samt margar svoleiðis beygjur. Þetta er ein af þeim. Það eru hérna 4-5 líkir beygjur. Líka þessi beygja sem núna er að fara í núna, þessi hraða. Það er tækifæri að skjótast það fram úr. Skilur miklu máli, sko, því að þarna eru langi kaflar eftir erfiðum beygjum. Það er að fara eina beygju stuttukafli, aður en önnur beygja, þá skríkir aðeins fótur. Þá er bara svo erfitt að læðast fram úr, því að þetta eru svo stuttir kaflar. Nákvæmlega. Svo er annað sem við höfum tekið eftir á æfingum að vindáttinn og vindhraðinn, hann getur haft alveg gríðarlega áhrif á tímann á hringnum.
Akkurat. Og við erum að tala að það getur kannski seinka manni sekundu. Við ætlum aðeins að fara frá, eins og það er nú gaman að sitja í með honum Inga. Ég ætla að athuga hvað Davíð með besta tíman á braut sem stendur. Ef ekki aðeins að sittast í með honum og kannski sjá svona. Já, hvað, það heyrist ekki í bílum hans? Nú gerist eitthvað. Ég ætla að fara úr bara þessu sýningu. Heyrðu, hann er ósýnilegur. Heyrðu, hann er kannski bara, heyrðu. Þetta vil ég sjá aftur. Já, það er ekki nema að vona að vinni. Hann hefur verið með eitthvað camo livery á bílinn. Amri Stealth dæmi frá Bandaríkjunum. En við gerum það bara næst besta. Við förum það bara til dimma. Hann er með næst besta tíma sem stendur í braut og hann er hann er að keyra náttúrulega á mjúkum, það verður náttúrulega allir að mjúkum dekkjum í qualifying og svo sjá bara til hvað strategíu menn beita. Það er erfitt, getur erfitt að átta að sjá þessum strategíum, hvernig menn hafa æft sig og ef maður nær góðum tímum á harðari dekkjum þá er það rosalega sterkt. Já. Hérna erum við að tala hérna erum við að fylgjast með honum Dimma og hann er í ónefndu liði með henni Evu, en Eva er ekki í keppni í kvöld en þau fengu varamann til þess að keyra fyrir sig í staðinn fyrir Evu og það er engin annan nema hann Tarri Jones. Hann er var 7. áðan, kannski komin í pit núna eða eitthvað svoleiðis. Já, menn eru kannski bara svona aðeins að koma sér í gírinn. Þau eru ekkert endilega að taka. Nei, þetta er bara æfingar núna sko, tímatökur eru ekki byrjaðar þannig að. Bara rúnda hringinn, koma sér aðeins í form. Ná þessu beygjum jafnvel sko, sem vilt negla, tekur þessi aðeins hægar. Bara því þú ætla bara svona að komast í rytman. Það byrjar enginn að keyra eins og brjálæðingur í upphitun. Nákvæmlega. Já, hérna er hann. Hérna er Tarri í pitunum. Varamaðurinn, númeraplatan hjá honum. Það er kannski vegi líka að fara enn rétt yfir hvað bílum menn eru á. Já, hérna er NS6-in, hérna er Cracked Up 23, a.k.a. Jón Ægir. Fyrir ekki að grípið fram með fyrir þér. Þú getur ekki að sett á útsýnið, það var að hafa nöfnin á ökumönnum og sett bílinn. Já, það er rétt. Það er svona rétt að við erum að gera það. Þá fyrir við display car name hérna. Já. Við sjáum náttúrulega nöfnin ökumönnum vinstra megin. Já, þá getum við líka að sé hvaða bílan Davíð Rúnar er á út af því að hann var að reyna að fela það. En hann er á Nismónum, Gistmónum, Kvikindinu, Dimmi líka og Ívar, væntanlega líka. Já. Þeir eru saman liði að sjálfsögðu, Ívar og Davíð Rúnar. Já, ég gerir ráð fyrir því að bíllinn hans Davíð Rúnars líti út svona mjög svipað eða jafnvel alveg eins og þessi bara með annað númer en. Já, ég var á brautinu með þeim í gærið fyrir þetta og þeir eru á alveg eins bílum. Þetta er eitthvað nýtt glitch hjá þeim hjá Polyphony að bílarnir eru bara ósynlegir og eina í rauninni hann ætti að koma inn þegar hann fer í pit þegar maður sýnist gerast núna þar sem að dekkin eru alveg búin hjá honum. Það er mjög vilt að keyra fram hjá honum þegar í gegnum hann. Herru, skoðum við höldum áhrifin yfir listan með bílana. Þetta er gaman að sjá hvernig bílar það eru þessi fjórir sem kíkja á, þeir voru allir á Nissan. Aðeins að sjá hvað gerist þegar hann fer inn í pitinn. Já. En hann fer ekkert inn í pitinn. Nei. Já, ok, þá erum við ekkert að pæla í þessu. Já, Hannes hann er komin í annað sæti. Hann er á Lexus. Já, það er hinn bílinn sem okkur fannst komið til greina þegar við ræddum á hann. Já. Það er líka skemmtilegt livery hjá honum Hannes. Ég er að fíla þetta gula og græna lúk. Já, þetta er svona Brasilis livery. Já. Heldur betur. Það verður að fá heimafólki með sér í lið. Það telur rosalega mikið að vera með stuðning í stúkunni, sko. Já. Það erum að gera. When in Brazil. Svo vorum við með Jökul líka. Hann er á Nismo. Keyrir fyrir MS Racing. Hvað er að segja mjólkursamsalan. Það er styrktaraðilinn þeirra. Hans Jökuls og hans Já. Agnars. Já. Agnar sem var að keyra saman fyrir Jú, Jökull og Agnar, akkurat. Agnar er hann er hinn MS, líka á Nismo GT500. Einmitt. Þetta er alveg hugulegt hjá þeim. Þarna sjáum við lögguna. Já.
Það var náttúrulega ásett til lögreglumanna á laugardaginn, þannig að hann kannski svolítið ryðgaður í dag. Það gæti verið. Það aldrei að vita, hann búinn að standa sér mjög vel. Það allir að standa sér raunverulega vel. Já, þetta mjög svona vel balansaður hópur. Það er ótrúlega lítill munur í tímatökunum og sko mörg sæti. Þetta bara 6 fyrstu sætin, 7 fyrstu 8 innan við sekúnda. Það náttúrulega gríðarlega þétt, það þéttara heldur í formúlunni. Já. Þannig að samkeppnin mikil og þarna sjáum við, þetta Gunni? Já. Gunni. Hann á Nismo GT 500 líka. Já. Hann valdi ekki sama bíl og liðsfélagi sinn. Nei, sem sagt Gunni og Hannes eru báðir í Team Lavasjó Racing Team. Mitt. Og þeir eru á sikunum bílum, þannig að Hannes er á Lexusunum eins og við tölum áðan og Gunni á Nismoðunum. Já, Hannes á svolítið Hannes svolítið inni fyrir þessa keppni. Hannes? Íslandsmeistarinn. Jú, hérna sjáum við sko, hann fór í pittin bara. Já. Penalty og fór í pitt. En Íslandsmeistarinn var í 7. sæti síðast, eftir að hafa byrjað í 10. sæti. Já. Og fyrsta keppnin fór heldur ekki vel hjá honum. Nei. Þannig að Hannes segir svolítið mikið inni. Er það ekki? Og það verður gaman að sjá hvort hann nær að skila einhverju kvöld, koma tvíjafnir til leiks. Heldur betur. Það þú sjá, er eitthvað að frétta hérna af tjattinu? Það er Björki Freymóðs. Hann byrðir að heilsa eins og vennilega, kominn hérna fyrstur manna inn á spjallið. Já. Og óskar okkur góðra skemmtinu. Ég segi bara takk fyrir leiðir, Björki. Góða skemmtun að fylgjast með þessu. Þetta verður örugglega mjög spennandi keppni. Það sem ég er mest spenntur fyrir í þessu keppni er byrjunin. Og það er vegna þess að það er náttúrulega grid start með fallstart check og svo bara ekki 500 metrum seinna er bara 90 gráða beygja. Já. Þetta er svolítið eins og það fór hún reynda vel í síðustu keppni sem betur fyrr. Þetta er ekkert ósvipað nema það hraðin meiri. Hraðin miklu meiri hérna. Og þá erfiðara að beisla bremsunnar og það er auðveldara að keyra aftan á næsta mann. Og núna erum við á Super GT bílum sem eru miklu meiri downforce bílar. Já. Þannig að þeir munu haga sér allt öðruvísi heldur en ökumennir eru vanir að vera að keyra þá í æfingum. Þeir eru í svona stórum hópi bíla. Það er í rauninni ekkert loft til þess að búa til downforce í boði. Þannig að bílarnir munu undirstýra meira. Já. Þeir munu bremsa hægar, þannig að það gæti orðið chaos í byrjun. Já, eins og við segjum einsku þetta dirty air. Já. Vindtruflanir, það hefur mikið áhrif. Það fær ekki eins mikið loftflæði í bílli fyrir aftan og þar leiðandi er léttar á brautinni og auðvitað skrikast til og lenda á barnhýði. Við vorum eftir að tala um hérna Kári náttúrulega í Nokko Racing Team sem er með honum Guffa meistara. Þeir eru báðir komin í pittrindar. Já, Kári, við vorum á því líka síðast að Kári ætti meira inni og hann sýndi það svolítið í síðustu keppni þar sem hann endar í öðru seti. Já, ákveðlega. Og Davíð var í sérflokki, hann og Gunni voru svolítið í sérflokki en Kári var þar í humátt eftir og stóð sér bara gríðarlega vel og það er það sem við áttum von á fyrir mótið að Kári yrði öflugur í ár. Já. Þrefaldur Íslandsmeistari skjallastekki og hefur hann bara svolítið var að líða fyrir það í fyrra að þetta túning sko. Það tók svo mikið tíma að vinna sér gegnum það að breyta bílum fyrir hverja braut. Já, það gerir það sko. Hann er náttúrulega ökumaður. Hann finnur hraða, hratt og kannski á stöðum sem aðrir finna ekki. En það væri ekki þrefaldur Íslandsmeistari að hann gæti það ekki. Þannig að það er að ég á vonu honum líka mjög sterkum í kvöld. Já. Og svo erum við með Gulla hérna í Smur 54 Racing og hann er í liði með honum hann er með honum Hafsteini. Hafstein, já. Já. Hafstein er hérna í pittinum, auðvitað. Og þeir sildu svolítið svona ligna sjó í síðustu keppni, enduðu hérna í 7. og 8. sæti. Það vantaði svolítið aðeins upp á hjá þeim að blanda sér í topparútuna. Það er aldrei veit hvað gerst í dag. Hafstein. Seinasta keppni var náttúrulega fjallið. Og eins og hefur verið sagt oft að fjallið gefur og fjallið tekur. Já, Hafstein sko stóð sér mjög vel í síðustu tímatökum. Og hann var 7. sem ég held ég
bara gríðarlega, það var gríðarlega sterkt fyrir mann sem koma beint úr þriðju deildinni upp í efstu deild eða semst og tveimur deildu fyrir neðan í fyrra og hann gerði líka, hann var með áhugaverða taktík í síðustu keppni líka, hann var eini maður sem keyrði á hörðum dekkjum. En einhverju hlutu vegna Davíð Rúnar ennþá ósýnilegur á skjánum hjá mér. Það sem ég ætla að prófa að gera er að ég ætla að prófa að fara út úr lobbyinu og ég ætla að prófa að koma aftur og sjá hvort að við getum séðan Davíð. Það var ömurlegt að vera með reis ef einn af toppgaurunum er ósýnilegur. Já, við verum að pröfa þetta bara, það verður að býta í að súra, það eru ekki búið að fullkomna þessi lobby og... Nei, og þetta er þeir sögðust hafa bætt hvernig orðið er þetta? Stöðuleika? Bætt stöðuleikan, þarna kom það. Þetta er orðið sem ég leitaði, sögðust að bætt stöðuleikan í lobbyum í seinasta update sem var núna í þessari viku, seinustu viku og Já, nú ert þú bara ekki svona að... Jú, þetta tekur alltaf svona langa tíma. Ok. Við bíðum þá róleg, þó þessi getur henni að bíða aðeins. Það virðist ekki að vera þarna komið þetta. Jæja. Kíkjum hérna. Við höfum krosslaði fingur núna. Og þetta... Það er ekki góð, hann er að enda þessa lobby og þeir eru að fara út á hring núna í tímatökur, þannig að við erum ekki búin að fá neina tíma ennþá, þannig að við getum alveg enda rólega. En Ingi, er Davíð Rúnar, nei það er búið að lagast, það er ljómandi. Ok, það er bara frábært. Er búið að setja tímatökurna af stað þá, Ingi? Þeir eru bara á átlapp. Já, ok, það er þá formulega komið af stað, ok, það er frábært. Þannig að við erum basically komin í tímatökur og ég ætla bara að fara fyrstu ringir verður ekki endilega þeir rauðustu. Fyrirgjöðu, eltu Hans og Davíð? Ég ætla að fara aðeins ring bara hérna og ég ætla að sjá hvort það sé einhver annar ósýnilegur. Já, það er, flott, byrjum á því. En ég get ekki séð betur en að allir séu komnir á stað. Nei, Dimmi er ósýnilegur. Það gat nú verið. En fyrir þig, Ingi? Ég sé alla hjá mér sko. Oj. Herru, ok, þá skulum við fylgjast með hérna Hannes og Davíð Rúnar. Já, mér fannst nú verið meiri vill, það var hérna í Hrafnarstæði með 0 sekúndur átlapp, farið niður Hrafn. Niður á... Ok, það var kannski liðsfélaginn hans Agnar. Hérna? Sérðu, fáum ekki tíman hans. Það lítur að þetta. Nú eftir fyrstu tíma að fara Við verðum vonaði besta, hans verður að testa þá bara Ingi verður þá bara að taka yfir og við verðum með gott upplýsingarflæði fyrir okkur hönd, en sjáum líka útsendingunni, hvernig útsendingin, það er náttúrulega, það skiptir náttúrulega með mestu máli, sko. Sérðu, þetta er náttúrulega gengur í, það er ekki í útsendingunni, fólk er ekki að sjá. Já, það er rosalega lítið sem við getum gert í þessu. Rístart á lobbyinu, beiglufa, allir út, allir inn, áður en menn fara lengra. Það er ekki hægt að fara að hrófla við lobbyinu núna, sko. Tímatökur eru byrjaðar. Gott og vel, þá verðum við bara að halda áfram. Það er hérna, já, við verðum bara að gera okkur besta. Við förum bara út úr lobbyinu aftur og inn þegar þeir taka hérna 2 mínúnda pásuna áður en reisið sjálft byrjar. Já, ok, ljómandi. Ég bara vona að það koma þá allir inn og verði þá engin ósýnilegur. Þetta er náttúrulega alveg ömurlegt. Þetta er alveg nýtt. Já, en við skulum setja á eitthvað sem getur séð. Já. Fylgjumst aðeins með Davíð Rúnar. Ég segi svo hugur að hann eigi eftir að svona setja tóninn. Hann er gríðarlega hraður. Fáum að sjá hvaða tíma við störtum þetta á núna. Við hljóttum að fá einhverja tíma hjá honum. 1:24.6. 1:24.6. Hannes hérna bætir næstu í sekundu, 1:37. Já, vel gert. Og Jökull búinn að bæta þetta líka. Já. Þeir eru eftir að ná alveg 7 hringjum heitum skjálftastikki. Þeir fara inn í pitt eflaust, þeir ná, þetta verða 9 til 10 hringir sem ná að keyra. Og þá eru náttúrulega 2 átlapp, þetta verður þá svona og 1 lapp, þetta verða 7 hringir sem ná að setja alveg tíma til 6, ég er ekki alveg. Það kemur ljós. Já, ef menn gerir mistök þá getur það kostað þennan síðasta hring. Gulli er komin inn í 4. sæti, Kári í 5. sæti í tímatökum. Já,
En eins og áður ég segi það, menn eru svolítið reyna að ná upp góðu svona rytma og þeir eru náttúrulega að létta bílana. Svo það aftur á mjúk dekk, bílinn er léttari, ný dekk og eins og þetta er bara, svona er þetta bara. Þetta er líka í formúlulegu og öðru keppni, þegar bestu tímanir koma síðustu 3-4 hringina. Jú. Bimmi búinn að hoppa upp í annarsætið aðeins 0,030 á eftir Hansson. 0,030, á skjánum hjá mér það 0,633. Já, fyrir ekki, ég að lesa bilið frá Jökul í tíma. Já, Davíð Rúnar búinn að bæta tíma, komin í annarsæti líka. Núna, líka, aftur, komin yfir tíma. Og Jökull... Þetta er hörku tími sem að Hannes hefur sett hana strax í byrjun. Já, Jökull hérna búinn að setja svakalegan tíma hérna líka. 67 sekúndum brotum frá Hannesi. Já, heldur betur. Þetta byrjar með látum. Og það er ekki að spyrja því, það eru lítill munur á milli efstu ökumanna. Þetta er fyrir að minna bara ástralska supercars, þar sem að nánast aldrei meira en 1 á milli manna. Já, nákvæmlega. Og það er bara þeim meiri fjör fyrir okkur sem horfum á. Akkurat. Það verður líka, ég er einna spenntastur að sjá hvaða dekkjastrategíur menn verða með í kvöld. Já, það verður mjög áhugavert. Nú er ég spenntur að sjá hvaða millitíma, nú er hann að klára sektor 2, Hannes. Og já, ég ætla svolítið að halda mér þarna til að sjá hvort það verður fjólblár eða blár, já. Já, hann tekur fyrsta sæti. Vel gert. 1.23.5, 4.7. Þetta er spennan fyrir stígmagnandi. Hannes bætti sig ekki. Jökull náði ekki að bæta sig, við sáum það svo sem. Gunni var að setja sinn besta tíma. En hann er hálfri sekúndu frá fyrsta sæti. Já, núna er... Og Kári var að bæta sig, hann datt hann inn í 4. Núna eru kjör aðstæður á brautinni til þess að ná góðum hring þar sem að það eru næstu í 5 metrar á sekundu. Og Gunni setur fjólbláan sektor á móti vind. Já. Þannig að þetta getur orðið, en þessi vindur hefur svo mikið, með langmest áhrif samt á beygjukaplana. Bíllinn verður óstöðari þegar hann er svona hægur. En ef með svo mikið downforce að þetta er eins og bara tyggjóklessa á göttunni. Það er rétt. Sjá hvað Gunni gerir núna. Nú er hann að klára 2 beygjur eftir fyrir lok þessa sektors. Það verður mjög áhugavert að sjá hvort hann á að halda þessu fjólblá áfram. Við að bleiku, hvað er þetta? Bleikur eða fjólblár? Þetta er fjólblár. Fjólblár. Og hann er ennþá, en ekki með miklu, en nú fær hann meðvindin. Já, hvað gerir þetta? Já. Já, strákar, sjáu þetta er náttúrulega 1.23.5. Það er Póll hérna, 38 sekundur brotum frá Davíð Rúnari. Hannes er ekki bara að bæta sig frá öðru hring. Já, hann er komin að svolítið slitinn dekk líka. En í spjallinu eru komna spár hérna. Það er Kevlar spáir því að Gunni vinnur þetta. Og svo spá lítur vel út eins og staðan er núna minnst okkursti. Guðmundur Orri spáir Davíð Rúnari í 1., Ívari í 2., Kára í 3., Hannesi í 4. og Jónægi í 5. Já, þetta verður áhugavert, þetta er mjög skemmtilega. Nú er Jökull, hann er núna að klára sektor 2. Sjá hvað hann er að gera þessu hring. Þetta gætur líka verið bara sko downlap eða semst hann fer kannski bara í pittin sko. Nei, hann fer ekki í pittin eða hann er fjólblá sektor. Það væri, já, og hann er með vindinn akkurat fullkomin núna, en sjáðu, nú er vindurinn strax búið að breytast. Þetta er, hvað gerir hann Jökull? Fjólblár, er hann að fara, nei, hann fór í pittin. Þetta er áhugavert. Þetta, það mæti ekki. Það eru hérna 3 í pitt núna að setja ferskúmi á. Já. Gunni að fara út, það er allir, já. Allir 4 efstu ökumenn. Er einhverju hérna út af braut. Fylgjast ekki með þeim sem er á 9 dekkjum og var að fara út. Þeir eru núna líklegir að bæta sig, já. Dimmi er væntanlega inn hring.
Já, við sjáum ekkert hvað Dimmi er að gera. Ívar og Kári, hérna, ég ætla að fylgjum aðeins með Kára. Nei, hann er náttúrulega átlapp, það er ekkert að fara að gerast alveg strax. Ég veit hvort að Dimmi fari inn, hvort hann sé innlapp eða hann er að klára, er hann ósýnilegur? Hann er ósýnilegur en við sjáum tímana. Já, skulum fylgja. Þetta er kostulegt, sko. Ég er reiknað með að hann fari inn í pit. Já, minnst það líklegt líka. Já, hann er þesslegur og hann gerir það. Jú, þetta er pitturinn. Og þá held ég að Kári sé fremsti maður á 9 dekkjum. Nei, það er Gunni. Outlapp. Nei, það er Davíð. Jökull fyrirgefur og hoppa svo mikið á milli. Það er Hannes sem er fremstur á 9 dekkjum. Eða hvað? Hver hann er fyrir framan hann? Það er að setja fjólubláan á fyrsta tíma. Nei, það er Davíð. Það er Davíð eru fremstur á 9 dekkjum. Það skulle svolítið aðeins svona elta hann. Hann með fara ykkur svona næstu tíðindi. Það verður að sjá hvernig fyrsti sektor verður í hjá honum. Hann er að klára. Þetta þarf líka að negla þetta því að þetta hefur áhrif hringurinn undan telur mjög ekki fyrir næsta hring. Jú. Og þess vegna er einmitt eitt sem við erum ekkert búin að tala um núna. Það er refsingarsvæðið. Ef þú fær tímarefsingu í þessu reysi, þá er refsingarsvæðið á þannig stað að það er í byrjuninni á loka beina kaflanum. Algjör martröð. Þannig að þú hægir á þér í byrjuninni og segjum að fáir hálfa sekundi í penalty, þá verður það í rauninni að 1,5 sekund. Og sjáu þið, Davíð eins og í partaði fjólubláan. Ég veist að Kári sé að fara að bæta tíma núna. Já, ég sá misti hvað hann að já, ég ætla að helta á Davíð, já, klárum Davíð. Kári kominn í undir 23,5. Býttu var Kári að laumast hann á undan á, hann er komið með hraðasta hring núna. Já, hann var að pitta, heyrðu þetta. Það er glæsilegt, en við klárum þennan hring. Sjáum hvað Davíð gerir. Það er ennþá 4 mínútur eftir af tímatökunum. Það eru alveg 3 hringir, það eru 3 hringir. Við erum að horfa núna, sérðu? Hann er ennþá með 0,2 á hraðasta hring. Já, tökum af hann. Það er hraðara heldur en Kári, sko. Og hann var, já, þannig að hann er búinn að bæta sig vantarlega talsvert meira þessi fjólblái sektor með fyrsta sektor, því að þá var ekki Kári búinn að setja fjólblái. Nei, sjáum núna. Já, strákar. 23:079. Þetta var rosalega flott hjá honum. Geggjaður tími. Svakalegu tími. Þetta bara styttist í 22, sko. Kári, hann er væntanlega í slipstreaminu hjá Ívari. Hann er ekki, held ég alveg nógu nálægt, sko. Það er, Ég held ekki. Já. En sjáum hvað Kári gerir. Það getur munnað já, nú er vindáttin orðin ekki alveg eins hagstæð, en Kári náttúrulega har að Bætti sig ekki þarna. Nei. Sjá, hvað er Gunni? Hann var að byrja nýjur hring. Við kannski sjáum hvort að hann á fjólbláum sektor. Nei, heyrðu, 3. Hann hefur kannski verið með refsingu. Eitthvað misti í sig, já. Þetta var fyrsti sektor. Hann hefur mistið í sig í sennabegjun. Það hefur verið eitthvað allavega 3 sekundur á fyrsta sektor, það er svolítið mikið. Nú er Hannes að klára annan sektor. Heyrðu, Dimmi kominn yfir Hannes. Dimmi læðist hann inn, hann er náttúrulega ósynlegur. Já. Þannig að það er svolítið erfitt að... Hannes er að bæta sig 0,257. Já. Þannig að hann gæti verið að fara ofar á lista núna. En ætti að bæta sig bílarlétt búinu með meira en 1/4 tank. Það hefur talsverð áhrif, þetta eru 25 kíló. Og hann munur að minna. Fyrir annarsæti. Fyrir annarsæti, vel gert. Ef ekki reyna aðeins að horfa meira kannski hvað aðrir menn eru að gera hérna. Ívar. Hvað er Ívar að gera? Félagi, Ívar, hann hoppar upp í annarsæti? Það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Sérðu hvað mennum fljótar Davíð sem var ekki Dimmi í öðru sæti bara fyrir augnablikki síðan? Jú, nokkulega. Hann er í 7. sæti. Núna er menn að negla inn tímana, sko. Kári var aðeins að bæta tíma sinni, ekki nóg til að hoppa hátt upp. Hvað gerir Jökull hérna á...
Jökull, hann er ekki bæta sem besta tíma. Það þó ekki vænlegt til þess að fara, jú, hann svo stutt í dimma. Hvað þarf maður að fara langt niður listan til þess að koma 1 sekúndu frá Já, fyrsta sæti? Hérna, 9. sæti, Já. Gulli. Hann ennþá að bæta sig. Fyrstu 6 sætin eru bara hálf sekúnda á milli þeirra, sko. Já. Því að það er 9 sekúndur, 9. sæti til þess að fara upp fyrir sekúndu. Þannig að það er bara sekúnda, 0,7 sekúndur á fyrstu 8 sætunum. Þetta er rosalega close barátta hérna. Það er Agnar, það er Tarri. Núna Jóni er komin tími á að fara að setja 2-minute warning, Ingi. Það vera komnar 15 mínútur. Ætlar Davíð sé að bæta sig? Já, ég veit ekki, kannski gerir ykkur fyrir það. Ég veit það ekki. Ég hef gert það, sko. Ívar er að fara hérna, klára, ætlar sé að fara að bæta sig aftur? Nei, Guffi gerir þetta á slægin. Nei. 2-minute warning byrja, það þýðir að núna eru menn á seinasta tímatökurhringnum sínum. Ef að þeir ná ekki að bæta sig hér, þá er tímatakan búinn hjá þeim. Það er hvað Kári gerir hérna á fyrsta sektor. Nei, hann er ekki að bæta sig. En svo veit maður alltaf þess að vindátt. Það er eins og, þegar maður æfa sig, hvað finnst ykkur út að staka? Þegar maður æfa sig, það er eins og að hún verður ekki eins hagstæð eftir svona 15 ringi. Eins og þetta verður svona verið einhvern veginn róterast. Þetta er rosalega misjafnt bara. Já. Ég finnst þetta einhvern veginn verða hagstætt svona eftir 5-10 ringi og svo verður þetta óhagstætt svona eftir 15-20. Eins og lobbyið er sett upp núna, þá er það bara random veður. Þannig að það getur verið allur hængur á þessu, sko. Já, það er rétt. Ég er bara aðtökundi því að upplifa svona svipaði eins og ég. En eru einhvern að setja fjólubláa sektora? Ég hef ekki orðið var við það. Dekki náttúrulega orðin pínu slitinn. Ég held að þessi menn sem er búin að keyra bestu hringina á þessu dekki. Nei, já, Davíð er komin í pitt, já, ok. Já, ég held að allt í Ívar væri komin í fyrsta set. Já. Davíð er enda með fastast lapp. Það er rosalega lítill munur á topp 5 ökumönnum. Já. Það verður hörku spennandi. Það er tíma sem hann er með, 0,072 frá fyrsta tíma. Þetta er náttúrulega bara innan við 0,1 sekúnda, 0,2. 0,3 ár. 0,5. Þetta er reyndar 0,072 eftir Kára, það vantar hana Davíð á undan. Eitthvað reyðilegast sem menn eru farin í pitt. Já, núna... Þetta er listarum. Núna ætlum við að fara aðeins út úr lobbíinu. Já, núna eru 10 sekúndur eftir af tímatökum. Það ætti enginn að geta verið að bæta sig. Jú, hérna bætir Jónas sig aðeins, en fer ekki upp sæti sínist mér. Erfitt að segja til um það, þegar pitt, það var allir komin í pitt, það dett úr tímanir. Núna er tímatökunum lokið. Þá ætla ég að fara út úr þessu lobbyi og ég ætla að reyna að fá engan ósýnilegan, ef að krossa fingur. Já. Krossa fingur, engin ósýnilegur þegar ég kem inn aftur. Það er spurningu sko, ætti Ingi að fara líka út og koma aftur inn? Ég held að það hafi engin áhrif, sko. Nei, maður veit aldrei með þess að forritun þetta. Nei, svo sem ekki. Þannig að... Herðu, það sjá, kíkjum hérna. Það er bara krosslæfingur núna, það er Ingi sé ósynlegur. Við erum með hérna... Hann svo sittur hann, ok, hann er ekki ósynlegur. Já, svo hann ekki, ok. Já, menn ætla bara að fara út að leggja, það var óskað eftir því að menn færu úr pitt, fyndu sig eitthvað stæði, þá sjáum við endalega uppröðun á sætaskipun. Er Jökull ósynlegur? Jökull er ósynlegur. Herru, pröfa aðeins að fara í þetta display wall, pröfa aðeins að breyta því aftur. Þannig já, það er bara off og þetta off og bara allt off og svo allt oftur on. Bara, já. Nei, það alltaf breytist ekki, það er skrampin. Það eru einum einu sinni enn. Það er smá tími áður en að sjálft reysið byrjar. Þetta er alveg. Eitt skiptu, ef það virkar ekki þá verður bara einhver að vera ósynlegur. Það er bara... Já. Já, þetta er furðulegur draugur hjá okkur í gangi núna. The Invisible Man.
Hefðu ekki setja á display all, það geti verið eitthvað svona, hafðu bara display off og förum gegnum keppendur eitthvað og sjáum bílana Ok, Og það var strax. beint í útsýnilega mann. Ívar, sést, Gunni, Davíð Rúnar, Jónægir, Dimmi, Hafsteinn sést, Róbert sést, Gulli sést, Agnar, Kári, Guffi, Já, já, Ívar, já, Harri, já. Hannes og Jökull aftur úr sinni. Það verður bara því miður að hafa þá. Ég verð bara að vona að Er það hann hafi ekki áhrif. 14? Ha? Hann líka sýndi 14. Nei, hann var á leiðin úr pit. Já, hann var leiðin úr pit. Já, það er ekkert að marka þetta núna, sko. Við bara verðum því miður að senda afsökuðu benni bara fyrirfram á Jökul. Já. En getur verið Ingi, í hvað sæti er, já, 12. sæti, ok, þarna lagaðist það. Ég trúi nú ekki að væri, er hann í 12. sæti á þér, Ingi? Nei, hann er 7. Hann er í 7. Þannig að þetta er náttúrulega, Björgvin segir inn í spjallinu að þetta gerðist í Tier 3 seinast, þá voru þeir 3 sem sáust ekki fyrir hann að keppni hófst. Þannig að gæti verið að Jökull kom inn þegar keppni byrjar. frábært að heyra. Höldum við vonum þá að þetta lagist. Þegar hann læsi keppnina. Ok, alright, við hann að, þá vonum við að besta. Það sjálfsög, þannig að hann kemur ljós og ef ekki, þá verður við samt að láta okkur hafa það. Það er ekkert að breyta svo þessi. Þetta er bara að fara að gerast á hvernig mínútu. Þannig að áhörendur spennið beltin, hækkið í túbunni ykkar, fyllið á pop og kóklaðurinn. Þetta er að fara að gerast. Það eru reysið að byrja. Mér sýnist allir vera sjáanlegir hjá ykkur þarna. Já, ég get ekki séð betur. Jæja, let's go racing. Hvernig byrjar þetta? Hvað gerist núna? Ég var bara að skipta. Akkur missum við hvað er að gerast? Hvað er komið á stað? Þetta var algjör slys. Sjáum hvernig. Þetta var bara tölvan eitthvað stríð okkur. Það strax hérna. Tók okkur út í móa. Davíð Rúnar heldur fórustu. Kemur fyrstur út úr fyrstu. Jökull er ennþá ósýnilegur. Haltu þessu þarna, ekki vera að flakka mikið meira. Sjáum hvernig það topparáttan er að þróast fyrstu hringina. Þannig að sjáum við vel yfirsýn yfir allt sem er að gera fyrir fram líka. Það er eitthvað vörn í gangi, þarna er eitthvað aksjón. Ívar fylgir Davíð saman í Elko-liðinu í fyrsta og öðru sæti. Það er Elko-liði bara er að stinga af. Jökull svolítið tæpir hana. Nei, jú, Jökull. Jú, við sáum það ekki. Nei, við sáum bara að myndavélum var að... Já, höldum okkur þarna. Höldum okkur þarna. Þarna sjáum við bara fyrstu 4, 5, 6. Við hefum svo aðeins að spila úr þessu. Með eftir Hannes, áður á skærgulum bílum. Gunni er alveg í skotti núna í Ívari. Hann gæti núna að fara í slippinn. Fylgjumst með honum Gunna hérna. Hörðu bó. Þeir eru hérna hlifið liða dragreis á byrjunarkaflanum. Ekki alveg. Fyrstu 5 ökumenn byrja allir á softdekkjum. Það er Kári sem er á mediumdekkjum í 7. sæti. Þetta tókst ekki að Gunna að þetta skipti og Hannes er alveg í skottinu á Gunna, liðsfélaga sínum. Það er spurning hversu mikið þeir vilja fara að berjast. Því að það er náttúrulega eyðir rosalega mikið, það eyðir dekkjunum allt öðru sig ef menn fara í ómikið slagsmál. Kári er komið skemmtan bíl fallinn í 13. Það er ekkert annað. Er vélaskemmt hjá honum eða hvað? Hann er með skemmta, nei hann er ekki, hann er með skemmt bæði hægri dekk og fram- og afturstuðara. Ok. Robby er með skemmta vél og skemmta bíl líka. Þeir hafa eitthvað lent saman. Gæti verið að þeir eru báðir hérna að rekja lestina á leið í pit, sínist mér. Davíð Rúnar búinn að búa til svona fínt bil, sínist mér. Hann er hérna einn hérna. Hann ætla bara að run away and hide og láta það að keppa annarsætið. Það er stórhættulegt. Því að hann er svo hraður, þá er sko bara klára hann þetta. Já, maður veit ekki, en mistökinn ger ekki bóð undan sér.
En hann Það er svo... hörku barátta frá öðru niður í 5. sæti. Já. Það Ívar og Gunni og svo það Hannes og Dimmi. Og Gunni er innan fyrir utan á, hann fyrir innan á! Herðu! Því líka múfið! Já, það er halda í, hann halda í! Hann vinur línu. Nei, Ívar tekur þetta Nei, baka. hann næri sér ekki, vá! Þetta var nú heldur betur svig. Þetta var góð tilraun. Já, það var skemmtilegt að sjá þetta. Það þarf svolítið að reyna að narra menni í ranga línur eða út úr sinni hefðbundnu línu því að það er ekki svo mikið sko, það er náttúrulega bara ein lína þannig sé í gegnum svo mikið að beigjum. Það verður að reyna svolítið að fá hinn út í mistök. Nákvæmlega. Það er svo erfitt að fara utan á og innan á ef aðilinn fyrir fram að keiri bara sína góða línur og fer ekkert af þeim, þá er svolítið erfitt að komast fram úr. Sérstaklega eins og myndist á með skítuða lofti. Þú getur kannski útskýrt fyrir okkur, Ingi, hvort að Jökull sé í þessari baráttu? Jökull, hann er hérna að nálgast hópinn, hann er rétt fyrir aftan Dimma og hann er einhverju 0,9 eftir Dimma. Þið sjáum hann ekki, en hann er þarna. Hann er þarna. Þetta er alveg skelfilegt að lenda í þessu. Hann er líka soft. Sá, hérna fremsti maðurinn á medium, það er svona sem ég var aðeins að fletta niður og skoða. Það er hann Hafsteinn. Hann var eini sem öðru sér strategíu, allt öðru sér strategíu síðasta reysi. Hann gæti verið með eitthvað í pókhotninu sem verður spennandi að sjá. Já, hann gæti verið. Og hann er nú að tapa, hann er komin 8 sekúndur frá fremsta manni á 4 hringjum, þannig að það er 2 sekúndur á meðaltali. En það er kannski ekki munur ekki í 8 sekúndum á sæti nr. 2. Hvernig dekki með Guffi á? Guffi, vinnur okkar. Hann er á medium líka. Já. Og Gulli er á hard. Já. Jón Ægir er á medium, Agnar er á medium, Harry Jóns er á medium, Kári er á medium og Robby er á medium. Þeir eru að sjá framúrækstur hérna? Já, það var Jón Ægir. Ég var hann að halda sætinu sinu. Já, þetta var framúrækstur. Hann þarf náttúrulega, já, Jón Ægir, hann er á medium, hann þarf að ná honum Gulla. Það er slæmt að festast fyrir aftar mann á hörðum dekkjum því að þú átt að vera sekúndur hraðari á mýkjum dekkjum. Já. Hann þarf að nýta sér það og Jón Ægir er nú naskur ökumaður. Já, og Gulli, hann er á hörðu dekkjum eða ekki? Jú. Já, þannig að Jón Ægir, Hann þarf vel að ná bara að komast fram á honum til þess að láta dekkið sín telja. Sko. Já. Það er eins og ég segi erfið. Ívar, Gunni, Hannes og Dimmi og rétt fyrir aftan þá kíkjum á toppinn. Já, færum okkur upp aftur. Hérna er lestinn sem Ingi er að tala um, 4 manna lest. Jafn yfir 5, það er erfitt að sjá hvað Jökull er. Hann er í því miður. Já, þetta er alveg, ég er ekkert smá ósáttur með þetta sko. Þetta er alveg hörmulegt sko, en þetta er náttúrulega ekkert við okkur að sagast og við byrjum sko velvinningar á því, sérstaklega því Jökulls og hans svikismanna, þetta er mjög leiðilegt. Við sendum á CEO af Polyphony Digital. Dimmi að fara fram úr Hannes. Já, en heldur þessu? Það er innrísinn tilur, já. Hann heldur þessu. Já. Eða hvað? Það er aftan inn á hann og hvað? Hannes. Hlið við liðina. Ef Hannes þarf að halda þessu utanverðið þá er, hann er líklega. Hann er enda minni lína. Þetta er frábært að sjá, tillitsemina. Þeir eru ennþá lið við lið. Þetta er rosalegt. Dimmi með innri línuna. Eða hvað? Já, hann er með innri lína. Hann loksins náði að klára þetta byrjaði sko í 3. beigjunni og það er að klára snúna. Hvað er fórum marga beigjur samhlega í? Ég er nú bara ekki, já. Og taktu eftir því ef þú horfir á tíman hérna, Jökull er bara 0,4 fyrir aftan á. Já, hann er bara í slippinu á... Við verðum að setja á... hérna... Já, nöfnin. Já, svona fyrir... Já, þá sjáum við... Þá getum við vita hvað hann er á brautinni. Ég veit að þetta lítur fáranlega út, en það verður svona aðeins að leiða mönnum því að þeir... Gefur okkur betri hugmyndir, svona meira svona visual reference hérna, hvað er að gerast. Já. Þetta er... Því núna er Hannes bara þess að hættu að fá Jökull framfyrir sig. Já. Hannes hefur eitthvað mist mótjóið, búinn að missa þá núna, Dimma framfyrir sig og er í hættu með Jökull. Jökullin er náttúrulega ískaldur eins og við vitum.
hikar ekki að skjóta sér fram. Erum við að tala það? Mér sýnir þetta á litla kortinu að Davíð Rúnar sé hreinlega bara að fara að nálgast það, að fara að ringa aftasta mann. Hann eitthvað tveimur beygum frá honum. Já, sæll. Það rétt sér. Hann komið með góða fórustu á Ívar. Já. 4,3 sekúndur og styttist í að nálgist aftasta mann. Ekki öttustu menni þá það ekki vantarlega Kári og Robby sem lentu í skemmdum. Jú, það lítur vera. Jú. Þannig að það ekki alveg, það pitstopp inn í því. Já, jú, pitstoppa, já. En hvernig Ingi, ef þú skoðar það fyrir okkur, hvernig hann brugðust þið við? Fóru þeir kannski yfir á hard eða gerður eitthvað svona til þess að reyna að vinna pitstopp tilbaka? Hafður eitthvað taktík upp í erminni? Kári hélt sér á medium, ég veit ekki á hvað dekkjum Robby byrjaði en hann á medium þannig að... Já, hann byrjaði á medium. Saman Kára, hann hélt sér bara á sömu dekkjum áfram. Já. Já, bara áfram gakk. Hvernig sko, hérna nú líka Gunni, hann nú búinn að draga núna á Ívar. Þetta já, við sjáum það, hann núna kominn. Já, það hörkupressa. 5 sekúndur, já. Þetta nú bara kunnuleg sjón, það Elko liðið og Gunni að blanda sér. Saknar núna þess að hafa ekki Kára líka í blöndunni, en sáum ekki hvað gerðist en það fór sem fór því að hann kominn aftast en hann á líklega eftir að ná að vinna sig eitthvað upp úr botsettunum til ég. Hvernig það að rönni hérna? Herru, það fyrir 0,4, já, sjáu þið, nú Gunni hugsanlega. Ég held að svo langt í burtu núna. Já. Mér sýndist Ívar hafa náð betra rönni þarna og hann bara í rauninni með kjölsóði núna. Það var svolítið skrítið því að Gunni tók samt alveg af 0,2 fyrstu 100 metrana en svo einhvern veginn náði hann ekki fylgja eftir og allt í henni fekk Ívar eins og hann fikk í búst. Já. Það aðeins búið að slitna hérna milli manna. Eða hvað, Gunni... Ég held nefnilega sko að Nissaninn, hann pínur hraðari á lönguköflunum en hann hægari í beygjuköflunum. Getur verið. Ég held það. Svona gróflega. En þá ætti Gunni að reyna að sýna okkur það núna. Svo líka við dekkin. Hvað fara menn að detta inn? Það er ekki mikið eftir dekkjunum. Ívar að fara heldur betur með dekkin en Gunnar. Mun meira eftir á dekkjunum hjá Ívari. Davíð Rúnar. Hann og Ívar bara alveg áleika. Ívar með betri dekk en Davíð Rúnar ef eitthvað Gunni, já þeir eru á 8. hring. Já, Ívar greinlega búinn að ná að kvísla dekkið sín helviti vel því að hann töluvert betur staddur með framdekk heldur en allir sem hann að keyra með í kringum núna. Hann sem verið dekk heldur en hann. Já, núna erum við líka að tala það að þeir sem eru fyrir aftan, þeir eru búin að vera í skítugu lofti og það hefur rosalega mikil áhrif á þessa bíla þar sem að þetta eru eins og ég myndist á í byrjun útsendingar að þetta eru mjög mikli downforce bílar. Þetta ekki samt aðeins smá breyting frá GT Sport? Var ekki þannig að fyrir aftan annan bíl þá einmitt eittur minna dekkjum? Það hafði ekki eins mikil áhrif í GT Sport Dirty en það hafði samt áhrif sko. En þetta er orðið aðeins raunverulegra núna í þessum leik. Þá að vísa til dekkjabrennslu. Það semst að varst fyrir aftan annan í slippi þá eittur minna dekkjum. Já, sko það var meira þannig að þú gast keyrt betur út af því að þú varst með svo mikinn hraða ef þú varst í kjölsöðinu. Já. Mikinn auka hraða. Gunni orðin alveg mjög tæpur að dekkjum sko. Já, það kostar að vera í þessum bardaga. Og sérðu, Dimmi og Gunni eru bara alveg eins. Það bara breytist ekki eins og í línu súlritin. Þeir þurfa svolítið að fara inn í pit núna. Hannes líka. Ég lendi í vandræðum sko. Já, þeir verða að gera það. Já, það alveg Gunni, Dimmi og Hannes hljóta allir að pitta. Já, það bara getur ekki verið að keyra annar hring sko. Þeir eru bara með þennan 3 lestina. Sjáum til bara hvort það reddist ekki hjá okkur.
Jú, þeir fara allir í pittu. Já, Og Jökull líka. líka. Það vonandi að Jökull hætti bara að vera ósynlegur þegar það fær ný dekk. Já, það væri nú gott maður. Það getur hent smá málning á bílinn hans. Já, nú kemur ljós hvað að dekks fara undir. Já, Það planið. Það er að halda áfram að keyra á soft eða setja þær á medium. það er þetta allir ósynlegin pittin. Er einhverju hard, hver veit. Hannes var, Ívar fór ekki inn, já. Sjáu það. Ívar held áfram, Já. enda var hann á þann alveg góða hring eftir. Og hérna kemur lestinn. Dimmi var fyrir framan Hannes, já, það stemmir allt, þetta er allt eins og þetta var. Enda þarna sýnist mér allir rétt fyrir aftan Jónægir. En einmitt sem Ingi var að segja, við sjáum það að þeir fara allir út á soft. Já. Það er væntanlega núna verður þrjuslagur. Jónægir er hérna medium. Hann á alveg nóg eftir að dekkja honum þannig séð. En Gunni þarf að láta mjúkudekkin telja. Og náttúrulega líka Dimmi og Hannes sem eru fyrir aftan Gunna. Öll þessi lest, þriggja bíla lest, þeir þurfa betur að reyna að vera svolítið aggressífir, að reyna að komast fram með Jónægi. Það sé ekki slettuna. Fjagrabíla lest með þeim ósynlega sem er Jökull Hrafnsson. Já. En hann er rétt fyrir aftan Hannes og veitur hún góða pressu í þessu staðan núna. Já, og þetta er fjagra bíla lest sem eru þá allir á þessar sömu strategíu. Það er soft, að minnst kosti fyrstu tvö settin. Núna er Davíð og Ívar líka í pit. Við sjáum á hvaða dekki þeir koma út á. Er það ekki báður? Jú, báður út á soft. Gunni er komið fram úr Jónægi segi, Jónægi. Jónægir, hún líkar aldrei vel við að menn taki fram úr sér. En hann á hann eitthvað sjens í raun og veru á móti soft nýjum mjúkudekkjum. Ég held ekki þessir ökumennir það háum gæðaflokki að þeir kunna nýta sér þetta. Hann ætti ekki að sjá þið, hann er bara fram úr og hann ætti ekki að bremsa setna á mjúkudekkjunum sínum. Og það er náttúrulega betri viðspyrnu í Malbyggi á leiðin út. Og Hannes nær líka. Já, þetta eru... Og Jökull líka, erum við að tala um það? Við sjáum Jökull núna. Jökull er komin í mynd. Það er ekkert annað. Frábært. Velkomin. Velkomin til leiks, elsku vinur. Það var að frétta. Það er allt í mætum. Já, hann greinir að þið þurfti að fara í pit. Þetta var frábært. Þá ætla ég að leiða mér að taka af... Nei, höfum þetta bara. Er það? Já, höfum þetta bara. Það er hérna... Fólk virðist vilja hafa þetta á. Já, það er kannski auðvitað átt að sjá hvað er að gerast. Já, hverjir eru hvað? Dimmi maður! Það er hann að halda þessu. Hann hlýtur að missa hraða úr þessari beygju. Sjáum hvort að Hannes ná að nýta sér það. Jökull, fór hann aftur á Hannes? Gaf hann boost? Nei. Hann tekur inn í línuna á Hannes. Já, það er snerting. En það er... Herru, Hannes er nú samt ekkert alveg búinn að segja sitt síðasta. Þetta er að fara 3 wide hérna nánast inn í... Herru, Hannes er... Hann á ytri þarna er svo hættulegt. Og Jökull er hættulegt líka þarna. Hann verður nú að gera þetta eftir en Jökull. Já, hann gerir það. Hann var skynsamur þarna. Þetta var rosalegt. En nú er hann í slip. Hann er alveg í skottinu á... Herru, Jökull að kíka inn á... Já, ég ætla Jökull á nú skilja að fá að vera svolítið í mynd. Já, fyrst hann er búinn að vera ósynnulegur hérna fyrstu 10 hringina. Og alla tímatökuna. Hafsteinn, hann var á hörðum dekkjum, er það ekki rétt munna hjá mér? Nei, var það ekki Gulli? Gulli var á hörðum dekkjum, Hafsteinn var í... Það var Gulli sem var á hörðum. Á medium minni. Það var milli hörðum. Það var einhver einn ökumar á hörðum. Já, það var Gulli. Það var Gulli, já, ljómandi. Það er ágætt að halda því til haga hvernig eru og hvernig þeim vegnar þeir sem eru að gera svona brjóta þetta upp með öðru sér strategíum. Hannes tæpur þarna, hélt sér inn á. Já, aðeins tókast úr bilinu hérna á milli þeirra tryggja hérna. En nú drast það saman kannski aftur. Þjappast er, herru, það er nú eitthvað baráttannir framan, sé ég. Sýnist vera... Já, það er Ívar og Agnar. Já, þetta er náttúrulega bara sama og vorum að sjá á þeim með Jónægi. Ívar er á nýjum mjúkudekkjum og Agnar, þetta er náttúrulega Agnar á milli hörðum. Þetta hefur verið mjög stutt barátta.
tímabundið er Hafsteinn kominn í forystu en Davíð Rúnar er rétt fyrir aftan hann. Og hann kemur Gunni í humátt og gerir það sama eins og það er. Davíð Rúnar sé búinn að taka fram úr hérna, kominn í fyrsta sæti eftir. Já, er það ekki líka bara, þetta eru saman menni sem eru á mjúkudekkjunum, þeir taka tiltölulega auðvitað fram úr, mikið harðari dekkjum. Jú. En þetta er líklega að fara að kosta það að auka pitstoppið, það ekki? Sko, Agnar, hann vill ekki vera örlavaldur hérna í toppartinu greinilega, en þetta er skynsam maður. Hann leipir. Skynsam maður, hann höfuð á hann rétt skrúða á og hann vill ekkert að eyðileggja fyrir mun hraðari mönnum. Gerir það eina rétta, leipaði fram úr. Já, líka á slitnum millihörundekkjum meðan hinir eru á... Já, menn bara gerir sér ljóst, þetta er náttúrulega bara topparáttan á móti, hann er ekki að taka þátt í þessari topparáttu. Menn vil ekki vera örlagavaldara í raun og veru keppni sem þeir eru ekki í. Nákvæmlega. Þetta var bara skynsamlegt hjá Agnari, við skulum halda áfram að fylgjast með hérna. Þessi lest, þegar hún er aðeins gliðni stundum á milli vagnanna, þá er þetta nú ansið þéttu pakki. Sjáum það, nú er Hannes komið kannski hugsalega í skotfæri aftur. Hann situr alveg í kjölsóginu hjá honum Dimma og á sama tíma eru þeir báðir að nálgast hann Gunnar. Hannes að setja sinn besta sektor, fyrsta sektor. Er hann að fyrir framann, er Gunni að sækja? Já, þetta er ekki, nei, hann er að sækja á, já, Ívar, það er kannski, Ívar, núna er kannski lag fyrir Gunna, ef Hafsteinn er aðeins að tefja, þá er hugsalega Gunni bara komin í skotfæri á Ívar. Það geti gert. Klálega, það er ekkert að taka hann fram með þessu hægri menn og sérðu? Já, Ívar tekur hann á Hafsteinn. Þetta getur nú tafið hann þarna samt, þessu reynsli, sjáu við, Hafsteinn er ekki, já. Gunni kominn hann strax fyrir aftan. Já, þetta gæti, ég segi nú ekki verið ekki neitt úrslita valdur, þetta getur til þess að verði kannski smá barða hérna annars sæti, verður það kemur þriðja sæti sem stendur. Guffi sko, Guffi er í öðru sæti. Já. Þetta er náttúrulega óvæntustu frétti dagsins. Hann á náttúrulega pitstopp inni. Jú, það er bara að gefa Guffa hérna smá athygli hann kunni Guffi fari inn í lok þessa rings, taki ringi viðbót og fari svo aftur á medium. Þarna er hann. Sjáu þetta er skemmtilegt, þetta verður svona alveg til endastarfar heldur. Það er ekki mikið sem skilur hann menn að, ekki frekar en tímatökunum. Þetta er ein Þarna var Dimmi að taka fram úr honum Hafsteinni. Guffi með penalty. Já, hann er alveg búinn. Hann hefur ekki náð að taka línuna sínar á þessu slitnu dekkjum. Gunni, Gunni var 1,5 sekúndur fyrir aftan Ívar. Það er spurning hvort að hann sé með eitthvað lag að sækja á hann. Ívar, að komast allavega inn í slippinn. Það er bara brjáluð trafík á brautinni hana. Já. Það gerast þannig. Guffi að klára síðasta ringi sinna alveg fyrir pitt á sama tíma og softgörðan eru allir að koma fram úr. Þeir eru náttúrulega á öðru plani heldur en Guffi. Já, Guffi er sko líka náttúrulega með refsingu, hann er að fara að hægast á honum og svo fyrir að beita í pittin. Verður hérna ósynlegur en það er ekki, hann á að verða ósynlegur smástund, ólíkt í Jökli á það. Guffi og Agnar sé báðir farnir inn í pitt, báðir á millihörundekkjum. Já. Í fyrsta pitstoppinu sínu núna á í lok 16. rings, nei í lok 15. rings segi. Davíð Rúnar er alveg í hörku formi, hann er komið rúmar 8 sekúndur á Ívar sem er öðru sæti og hann eiginlega, það er ekki búið til neina baráttum fyrsta sætið, heldur er baráttan frá öðru sæti og niður og það er alveg hörku baráttan þar á. Já. Margir sem eiga möguleika á öðru sætinu, 3., 4. og 5. Þetta er rosalegt reysi á honum. Það er að hirða ásýndinlega. Hann stefnir í 3. sigur í 3. keppni. Já, hann er með pólinn, hann er með hraðasta hring, hann minnst okkur eins og er og hann er með fyrsta sæti. Þetta er bara gullna þrennan hjá honum. Já. Þetta er bara hörku form hjá honum.
svakalega öflugur ökumaður og sennilega fan favorite fyrir fyrsta sæti deildarinnar yfir höfuð. Allavega með hvernig hann er búinn að standa sig fyrstu 3 racin. Ég veit ekki með fan favorite sem er alltaf langhæðstur í veðbönkunum. Já, það er alveg svoleiðis. Það er alltaf bara þannig, það verður ekki á mótunum dag við 3 sigra í 3 keppnum. Þetta eru náttúrulega bara 8 keppna. Já, hann er ekki búinn að sigra þessa keppni, en það lítur átt út fyrir að hann muni gera það. Já, tímabili eru nú bara 7 keppnir. Já. Lélegasta keppni dettur út. Já. Og hann er komið stefnir í 3 af 3. Þá var hann alltaf komið langleiðina með að vera allan í topnum, sko. Tvískipt í úrvalsdeildinni, það er annars vegar tímabil sem gildir allt árið og svo með vetur og vortímabil. Já. Fyrir ekki að setja aftur ekki. Það er náttúrulega telja bæði vetur og vortímabil í úrvalsdeildinni, þannig að við erum bæði að krýna í lok þessa árs meistara yfir veturinn, en þá er stóra tímabilið aðeins hálfnað. Já, það er lagt saman, já. Þetta verða 2 tímar sem verður svo lagt saman. Þannig að það er Grand Champion sem telur allar keppninar fyrir og eftir áramót og síðan erum við með styttri tímabil innan þess. Já, hann stefnir allan að verða jólameistarinn. Já, þetta lítur vel hjá þessu jólum. En nóg eftir, en þetta líkur vissulega rosalega vel út hjá honum. Hann er að byrja þetta season alveg gríðarlega vel. Já. Þetta er aðeins búinn að slita á milli manna hérna. Það er engin svona líklegur að taka fram úr. Jökull hann er bara sterkur. Já, hann læddist svolítið hann inn. Hann tók ekkert eftir honum. Mjög sýnilegur. Tók ekkert eftir honum, þannig að fyrir utan fyrstu 7 ringina. Hannes er að pressa Jökull. Já, byrju, Jökull komin fram úr Hannesi. Já. Hannes var fyrir 18 dimma á hann. Já. Jökull að setja 4 á sektor. Já. Þessi 3 eru búin að vera í natt meira og minna frá startinu á keppninni. Og þetta er engan veginn búið á þeim. Það er nóg eftir. Ég er aðeins forvitin að ég ætla að fá að læða mér hérna yfir á Gulla. Sjáum hérna tímana hjá Hannesi. Hann er að taka hérna miðja 24. 24, 25, lágu 25, mið til lágu 24. Nei, heyrðu, Jökull, hvað gerðist? Hann er kominn vélaskemmt. Nei. Hann hefur bara runnið út. Hann lítið að runnið til. Hann var þver á brautinni áðan. Það var sko meiri sekúnda í... Já, hann var þver á brautinni þegar ég spottaði þetta þarna áðan, þegar ég varst með stilt á Hannes og... Ég segi þetta var ekki árustur, það lítur ekki út fyrir það. Nei, hann hefur keyrt á sennilega vegg eða eitthvað svoleiðis. Hann hefur sennilega snúið bílum og endað vegg. Hann er að fara inn á 18. hring, hann er að klára 18, þá er það búin að taka 9 og 9 á soft. Og ef ætlar að vera á softati þá þarf hann að taka 11 og 11. Það er ég veit ekki hvernig hann er, hversu mikið dekkjakvíslar hann er. Hann er svolítið heppinn að gerist þannig ákvæmt á þessu hringrindar. Það hefði getað mun verið eins og hjá Kára og Rópa að lenda í slysi á öðru hring. En við skulum aðeins sjá hérna, ég ætla að fá að nota aðeins hérna, ég ætla að skoða tímana. Gulli er að taka hérna, Lágar 27. Lágar 27, hann er að missa... Guffi að taka fram úr hann núna, hann er væntanlega á mýkri dekkjum. Já, vel gert hjá Guffa. Já. Nei, hann fer beint í refsingu. Þetta kostar hann örgulega held ég, þetta er 3,5 sekúndur minnum mig, eða 2,5. Það þarf ekki að vera, hann slá svo mikið af að hann í rauninni greitt ekkert á þessu, þannig að það getur verið að hann sleppi við refsingu. Sýnist fyrir að gerast. Já, hann verður sleppa með það. Gulli, Gulli er hérna lágun 27 til miðjum 27. Og eins og Hannes 27, já, hann er þetta 27, þetta er svona 2 sekúndur. Gunni var að taka fram úr Ívari hérna. Fyrir ekki? Gunni var að taka fram úr Ívari. Nú er það virkið, heyrðu, já. Það er nú athyglisvert. En hann þarf að fara inn í pitt, sýnist mér. Bara, já, það fór inn í pitt? Hann er að vera inn í pitt. Það kláraði þetta var 10. hringurinn á ásöldekjum. Davíð Rúnar, hann er með komið þvílíkt forskot núna. Það maður er bara í sérflokki. Herðu, sjáu við, hvað? Herðu, það er dekkin að telja hjá Ívari. Já, eitthvað var það.
Dekkin virka með lægi Já, á mánutörnum, sko. Þetta getur náttúrulega skipt rosa miklu máli. Af því að þeir eru náttúrulega alveg í hnapp að missa þarna 2 sekúndur, þetta mun kannski telja þegar þið koma út úr pit. já þetta geti þýtt að allan að Gunni ná í undercuttinu. Já, hann var náttúrulega komin til þessi bílbreytt fyrir framann, Já. en Ívar nær ekki að þarna kosta kannski 3 sekúndur og þá er Gunni raunur komið 3 sekúndna fórskot kannski annað sæti. Það lítur mjög þannig út, sko. Gunni líka kemur út á nýjum dekkjum með lítið bensín, þannig að hann ætti að geta nýtt þessa ringi fram að því að Ívar fer í pit til að klokka niður góða tíma. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Gunna að vera dottinn í annað sætið þegar Ívar fer í pitinn. Já, við sjáum hvað Ívar gerir núna, hvort að hann taki einn í viðbútt og fórni þá einu lélugur hringa á soft, þannig séð, og til þess að fá ferskari og færi hringi. Hann hefur alveg dekkin í hringi viðbót, sko, en hann fer pit. Einmitt. Þá núna, það er spennandi að sjá þetta þá, hvar hann kemur út. Já, sér að Gunni er bara 17 sekúndir fyrir aftan hann. Já. Það þýðir að hann ætti að ná. Þetta er 20 sekúndur sem að pitturinn tefur. Já. Þannig að þetta ætti að vera 2-3 sekúndur. Já, við fengjumst aðeins með þessu. Gunni hefur þetta held ég alveg örugglega og jafnvel Dimmi líka. Hver er að læðast hann úr pitturinn? Það lítur að vera Davíð Rúnar. Það var Davíð, að sjálfsög var það Davíð Rúnar. Og hvar er núna, hvar er Ívar? Já, hann er hann að sjá það, hann er ekki að ná þessu. Hann er búinn að missa með þessi mann fram úr sér. Já, og jafnvel Dimma líka, sko. Jú, Dimma líka. Já. Og Hannes líka. Já, sætt. Já, hann náttúrulega varði eiginlega hálf stopp þarna. Það var einhverjum tíma að vera stöðum líka. Hvernig er staðan ef þú kíkir á Ívar? Hvað tók hann mikið bensín? Hann er með tæplega hálfa tank. Já, þetta er bara sambærilegt og hinnir. Já, þess minna bara ef eitthvað er. Við Hannes. Ég beðið um að hækka þessi Inga í spjallinu. Ég ætla að gera það snöggvast. Já. Eða Ingi getur ekki bara að tala nær mækinu, kannski. Ég get allt. Býtu, leifum hann að pröfa það. Hann er með góða græður heim með sér. Ingi. Er þetta betra svona? Já, þú hækkar undar, Dani, það hækkaði aðeins í þér, núna Ingi. Tökum núna bara smá hljóðtjekk. Magnús, hvernig hljóðum er þetta núna? Ingi talaði aðeins? Já, við erum hérna í Brasilíu og það er allt að gerast. Já. Davíð Rúnar er með fórustu 12 sekúndur á Gunna og Dimmi situr í 3. sæti. Erum við nær þessu? Já, ég býð þá eftir að Magnús gefa okkur hérna. Hann er ennþá frekar muffled, segir hann. Það er svoleiðis. Þá skal ég prófa að hækka í honum á græðinum okkar. Gerum það, gerum okkar besta. Býtu aðeins, ég var að breyta henni taka hérna en núna, er þetta skara, Magnús? Já, þú hljómar skýra núna í mínum eyrum allavega. Nú endi líka í áhorfendum, fyrir áhorfendur. Það fylgist nú með reisinu líka. Já, já. Þegar nú er þetta aðeins að tókna tímabundið á milli manna, það er bara rétt hálnað, en Ívar er að helst að sækja á Hannes. Hannes hefur ekki gengið allt vel að halda aftur af mönnum. Hann er búinn að missa menn svolítið fram úr sér, tvisvar eða þrisvar. Það er svona litli feila, þeir telja svo mikið eins og við sáum hann hjá Ívari. Þú missir svo mikið hraða, sérstaklega á vissu köflum. Þetta er svo mikið endarhraðabraut. Ég held að Ívar hafi svona pínu skrikafótur hérna í síðustu beginu fyrir lokakaflan. Já, það var einhver staðar hastum með hann allan í, en náðu ekki alveg að áttum náðu hvað hann var á brautinni. Það voru það bara, já, einmitt, ekki heldur, en mér sýndist það, já, og það, en við vitum það að þegar það er fyrir langa kaflana þá er það ansi dýrkeypt. Guffi er hann í 7. sæti. Þetta er ekkert eitthvað tímabundið sæti, er þetta ekki bara, hann er bara þarna? Jú, er það ekki? Þú heldur betur, hann startaði svolítið neðarlega. Hvernig gengur Kára? Já, Kári og Robby hafa lent í einhverju leiðilegu atviki væntanlega. Það vill enginn lenda í slíku. Í byrjun hafa ég held að bara hring 2.
Gulli er hérna Jökull kominn inn í 11. sæti eftir þessa vélaskemmt hjá sér. Já. Þetta svo dýrkeypt, þetta með það menni eru svona jafngóðir, þarna Jökull að skrika aftur. Já, hann fer á medium dekkin eftir þessa vélaskemmt. Já. Og Kári. Þetta náttúrulega bara... Og Róbert. Já, það allir sýnilegar á brautinni. Þetta hérna... Já, það verður fróðlegt að skoða þetta atvik og við ætlum við lofum hérna áhorfendum að standa okkur betur með það að koma með klippur úr keppninni. Þar af leiðandi það er að segja þessari keppni fyrir næsta prísjó og þá verður svona atvik sýnt. Þetta er alltaf ekkert þess að gera væntanlega. Verður að læra af þessu en við skoðum það nánar síðar. Svo færum okkur aftur hérna yfir í toppbaráttuna og við ætlum að setja okkur hérna á dimma. Þá sjáum við svona hvernig þróunin er í Gunna og niður í Hannes. Dimmi. Það er orðið alveg rosalega teikt inn á milli þeirra núna. Já og það er allir þessi fremstu það gerir ekki allir á soft. Jú. Það er spurningum með Ívar, er hann að... Nei, hann er að tókna aftur úr Hannesi. Ég átti nú kannski vona að Ívar myndi spýta lóna, fór náttúrulega inn og fæk sér nýtt dekk, en það hefur ekki að gerast. Ekki allavega sem stendur. Það er svolítið búið að jafnast svona róast þessi barátta en nokkuð stutt á milli manna en samt ekki nógu stutt til að vera að gera sér sýnilegan og ógna. Það er svona þægileg staða eins og staðan er núna. Menn eru kannski líka bara svona aðeins að anda núna. Já. Anda núna, kannski að hugsa dekkin. Það gæti verið. Þetta reynir á, þetta er andlega erfitt að vera alltaf á nöfinni í klukkutíma. Það keyrir enginn 40 hringi fullkomlega. Nei, akkurat. Þannig að þetta er svona kannski líka alltaf eðlilegt. Heyrðu, var þetta... Nei, var þetta bara einhver sjónvilli hefur mér. Mér fannst eins og Hannes hefði verið að keyra út fyrir braut. Er það svoleiðis? Nei, hann vildi svona ekki hafa tapað neinum tíma. Nei, tapað einhver tíma. Þetta var bara... Hann er 1,8 fyrir aftan Hannes og... Nei, á undan Hannesi fyrir ég. Já. Og tæpum 2 fyrir aftan Gunna. Þannig að það er svona nokkuð jafnt á milli manna, kringum 2 sekúndur á milli bíla. Sjáu hvað þið er. Á öðru og niður í 4. og 5. 24,5, 24,5. Mér sýnst þetta vera þemin hjá þeim öllum hérna. 24. Aðeins rokkar meira hjá Gunna. Dimmi 24,5, 24,5. Alveg hérna 3-4 í röð, 24. Já, Hannes reyndar aðeins búinn að verðast aðeins ná að spýta lóna. Og sjá Ívar 24,5. Þessi menn náttúrulega þeir voru, það munaði engu á milli. Herru, og núna er Ívar fjólblár sektor. Þetta er 2. Fjólblár tíma til 2 sektora. Spurning hvort það sé að taka hraðasta hring. Það hlýtur nú bara eiginlega að vera. Hann er með slip. Nei, hann er aðeins utan slip. Já, kemur ljós. Þá er hann kannski að finna mótjóð sitt aftur. Hann þarf að finna svolítið taktinn. Hann náði ekki að setja hraðasta hring en hann ná að bætast tíma sinn. En þegar mann er línar við hjartarætur, þegar maður sér fjólbláa litin. Já. Það gefur mann svolítið búst, sko. Vissulega. Það er allir saman um það. Ívar farinn að slá svolítið á bilið í Hannes. Hann var rúmum 2 sekúndum bara rétt á hann. Einmitt, og það er nú annar búst sjáist okkar og annar fjólblár hérna vítamínskaldur. Já. Þetta er hérna og hann náði ekki að setja fjólbláar hring, sko. Það hefði verið svolítið líka þegar þú setur fjólbláar hring, maður fram að þið sér það. Það sér það alltaf birtast nýr fastest lap, hraðast ringur og það er, vá, það er gaurið fyrir aftan mig. Já, nákvæmlega. Þá þarf hann að setja hringin líka, það er ekki nóg að setja bara sektoruna. Já, ég bara segja, sko, það var miður fyrir Ívar, sko, því að þá var hann, sko, heldur svolítið svona ná að hræða Hannes svolítið. Já, hann var nú alveg, hann er að því hann að draga á hann. Það hefur verið heldur sterkt fyrir hann að fyrir Ívar að ná að klára það alla leið. Þannig að við séum ekkert búin að ná að draga Hannes þennan hring. Það er búin að vera mjög jafnbilið á milli þeirra. Þá er líka spurningu sko, dekkjaval og bensín. Svona þessi litlu atriði eftir að skipta miklu. Þeir eru allir eftir að taka 1 pitstop í viðbót.
Hannes núna komin mjög nála dimma. Já, Hannes ekki á. Hann kannski að finna mótjóð sitt aftur. Hvað bilið í Gunna? Ja, Gunni Það eru komin 3 sekúndur. Já. Sjáum hérna hvað Hannes að gera. Við erum finnst vera að fara að styttast í baráttu þriðja sæti á milli Dimma, Hannesar og Ívars. Ég minnst þetta bara að vera barátta. Þetta innan við sekúndu. Það ekki barátta? Bíllinn alltaf stækkar í baksýnisspeglinum. Það svolítið barátta, en það sem gerist þegar þeir fara að berjast, Hannes og Dimmi. Þú bara eins og þú bara pantaðir þetta, Danni, það er bara komin hérna. Já, eins og ég segi, þegar þeir fara að berjast Dimmi og Hannes, þá hægir það örlítið á þeim og það hleypir Ívar í þessa baráttu líka. Já. Það er alveg hárrétt. Hannes vill fá refsingu, þess að vill hefna sín, meina ég, eftir að Dimmi tók svona meistarlega vel fram úr honum eftir mikla baráttu í hálfan hring, þar sem voru hlið við hlið nánast. Ég ætla að hafa okkur á Hannesi og sjáum líka nefnilega tímana, hvað Ívar er að græða á þessu. Ég finnst með því á sama tíma, það er gott að hafa þetta svona. Það verður að fylgjast með 3 bílum í einu. Já. Hann er í góðri stöðu núna, gott slipp hjá honum. Góður í stöðu. Það er bara að verja innri, þá er þetta bara... Nei, heyrðu, hann fer í pitt, hann Dimmi. Hann bara... Þetta var svolítið óvænt. Átti ekki Dimmi meira eftir. Veistu það, ég bara veit það ekki. Sjáu þetta ekki? Hann átti að hringa eftir. Já, það er. Þetta var... Hann hlýtur þá alltaf að fara á medium dekkin í lokin. Við fylgjumst með því. En þá er náttúrulega Hannes og Ívar, þeir eru konið í baráttu. Ég held að hann tæki hringi auðvot allavega. Við sjáum þá á skjánum hvað Dimmi gerir. Það er ekkert að birtist bara á skjánum á leiðin út. Þetta var svolítið athyglisvert. Hann fer á medium dekk. Hann fer á medium dekk. Ívar er ennþá að pressa svolítið á Hannes. Já, heldur betur. Hann hefur fundið púslyktina þegar Hannes var að nálgast hann Dimma og hann vildi komast nær. Ívari finnst púslyktin góð. Já. Og þegar hann fann lyktina þá vildi hann enda komast nær henni, sko. Já, þetta er ekki bara það. Heldur betur. Hann er eins og skugginn. Og er á tölvöld betri dekkjum, en hann er nú samt eftir að fara inn í pitt einu sinni. Já, Hannes fór líka seinna á dekk. Hannes er mættilega á betri dekkjum. Og Hannes gæti hugsað það bara að vera á leiðin inn. Hann er kannski bara á lélegur hring. Dekkjarlega að sé. Þú múið sjá. Nei, hann fer annar hring. Hann tekur einn hring í viðbót. Það er, dekkin halda, já. En þau verða ekki góð. Ef hann ætlar að fara út á síðasta stindi sitt á soft, þá þarf hann að tegja þetta aðeins. Nei, hvað er Ívar að gera? Ívar ennir og með skemmt. Þarna náði hann ekki beginni alveg nógu vel. Skítut loft þarna aðeins á truflan. Já, og dekkin, hann kannski ætlaði sér ómikið. Því að ég held að Hannes sé á lélegur hring. Hann þurfti ekki að flýta sér svona, hann Ívar held ég. Hann á talsveit átti meira í dekkjunum, en það er náttúrulega... Já, hann veit það ekki. Það er auðvelt að vera svona, já, ég ætla einmitt að segja, það er auðvelt að vera svona gáðar, verandi hérna í stúdíóinu og geta séð allar upplýsingarnar. Þetta er dýrkeypt, þetta er annað skipti sem Ívar lendir í þessu, getur við sagt. Já. Eða gerir hennar feil að lenda á bananahýði. Til hann bara mjög góðan að vera svona ofalega í baráttunni þrátt fyrir þetta. Já, hann er klárlega með hraðan. Já. Hann er klárlega með hraðan en bananahýðin eru dýrkeypt. Sýnist hérna dekkið hans Hannesar vinstra meginn að framan vera alveg búið, sko. Já, hann er bara að fara að skrölda í pittin. Hvað er dekkin búinn hjá Gunna eða? Þú sér að síðasta hring að misti. Það er mjög lítið eftir. Mér þykir líklegt að Gunni og Hannes fari inn núna. Já, þeir gera Svo að tegja síðasta stindið. Gunni fyrir. Síðustu... Spurning hvort þau farið á soft eða medium, hvort þau takið soft og reyni 11 hringi. Þeir... Já, ég hugsa það, sko, annars hefur nú kannski verið búin að fara inn. Já, mjög líklega, sko. En það er skellur fyrir... Það er samt alveg riski að keyra 11 hringi á softdekkjunum, sko. Það er það, sko. Það er þá skellur fyrir hérna Dimma. Ég fyrir ekki hlæ, sko, því að Gunni og Hannes gerðu þetta báðir í síðasta reysi og þau fjallu báðir á prófinu. Jú, það er rétt. Þeir sprungu á aukarhýrni, skulum við segja, á nákvæmlega sama stað á leiðinu í fjalli í síðustu keppni. Já, og Ívar tekur hérna hringi viðbót með skemmd á afturstöðarunum.
og mjög líklega til þess að geta tekið 10 hringi á softdekkinu. Akkurat. Já. Þannig að það bara... Hann hugsanlega ekki að tapa miklu á þessum skemmdum. Þetta var lítið nudd hjá honum. Síðast hringur var 1.30, það 6 sekúndur þar. Já, það náttúrulega snerist þarna. Já, ég sé það að skoða, bara hversu... Já, það kosti hann 6 sekúndur þessi mistök þarna. Það spurning hvernig hann situr hérna í 4. seti, hversu langt, hversu mikið bil verður í... Og Davíð Rúnar fór sem söður að fara í pit. Já. Það hefði nú bara verið betra ef hann hefði verið ósýnilegur, hann er ekkert búinn að vera í myndina. Nei. Hann er bara búinn að einn að báti. Það er aldrei slæmt þegar maður er einn að báti á toppnum. Þá sjáum við... Það skýrast svolítið. Já, Gunni og Hans og þá sjáum við hvað verður mikið bil núna. Það skýrst hvernig top 3, top 2, annað til 4. sæti spilast. Hver er staðan á Gunna og... Já, svo er líka, það er nefnilega sem við erum eiginlega svolítið að gleyma. Hérna er náttúrulega Dimmi konung, hérna er Guffi og hann er að fara aftur inn. Já, hann þarf að fara inn aftur. Hann þarf að fara inn aftur. Það er sannlega dottinn fyrir aftan Dimma. Dimmi, já, hann er þá medium, hann er að ná hann var á soft medium, eða ekki þó? Já, hann allan að tekur seinasta stintið á medium. Hann fór töluvert fyrr inn, þannig að það er spurning hvort að hann nái að halda það nógu miklu bili. Þetta eru 10 hringir. Hann er með rúmar 6 sekúndur á Ívar, en Ívar ætti nú að vera að keyra hátt í sekundu á hring hraðar á softdekkjum, þannig að hann má búast við að þeir endi í baráttu. Já, og Ívar hefur 10 hringi til þess að ná honum. Hérna er Jökull komin í 8. sæti. Hann var eftir að pitta. Já, hann fekk þess að vélaskemmt þarna og er breytt pitt. Já, ég ætlaði að fara hrósunum að vera að koma svona hátt upp en hann er náttúrulega eftir að pitta, þannig að við segjum þetta sé professionállega, þess að tímabundið. Ef við skulum fylgjast aðeins henni með Ívar og Dimma, það er mjög líklegt að Guffi vantar að bara fara inn núna í pitt. Já. Hafsteinn hérna er á milli Gunna og Hannes að segja. Já, skoðum hann. Já, hann skuldar líka pitt. Já, Hannes er hann að beint fyrir aftan. Þannig að þetta er svolítið að kosta Hannes að þurfa að ná fram úr honum Hafsteini. Því annars er hann í hörku baráttu við Gunnar. Já. Það er spurning hvort að Hafstein gerur honum þetta auðvelt eða að hann hafa fyrir í. Það sýnist hann vera að gera honum þetta auðvelt. Já, hann bauð honum inn. Já. Þetta var svo fagmannlega gert hjá Hannesi. Og hvað er langt milli Hannes og Gunnar núna? Það er ekki neitt. Nei, það er ekki neitt. Það er eftir sekúnda. Já. Þannig að það er spurning hvort við munum sjá liðsfélagana slást annað sæti. Það verður stálast inn. Það verður... Þáttur að vera liðsfélag, þá verður þeir á sikkurum bílum og alls ekkert líkir hvorum öðrum hann í kvöld. Nei, akkurat. Þóttu keyri fyrir saman liðið, þá er náttúrulega sérbrasins lifir í hjá honum Hannes sem að æpir á mann, læsir lifir í hjá honum. Og hann er að keyra á Lexus á meðan að Gunni keyrir Nissan Godzilla. Já. Og bilið komið niður í 1 sekundu. Já. Og 14 í Davíð Rúnar, sem að er... Það er svolítið hérna, strákar, þegar þeir eru að fara að taka 12 hringi á þessu dekkjum. Ekki, 11 hringi. 11. Og þegar þeir ætla að fara að slást, þá kostar það að bara auka pitt, báða. Já, það geti gert það. Já. Þannig að það er spurning hvort að liðsfélagarnir ákveði að taka einhverja rólega og passa upp á dekkin. Já, ég veit ekki. Ég veit ekki hversu rólega þeir ætla að taka þetta núna. Gunni allan er á hörku fjólubláum fyrsta sektor, 0,26 á besta tíman. Þannig að sjáum hvað hann gerir hérna, hvort hann heldur þessi áfram. Já, hann er svona héti og mér syns alltaf standaði það. Hann sagði mig hann ætlaði sér á pódium. Ég spurði í hvað sæti það því, hann sagði að það verður bara komið í ljós. En hann virðist alltaf standaði við orð sín.
og minnst að komast á pódium en hann er bara komið ljós hvort að Gunni eða hann svo hver verið sterkari bara á taugunum Gunni náði ekki hérna mittsektorinu vel, hann er ekki lengur með fjólublánssektor. Bilið á milli hans og Hannes er búið að lengja svolítið, þannig að ég hugsaði þessi báðir aðeins að spara dekki. Já, minnst það líklegt. Gunni bætti sig nú samt. Persónlega besta hring. Hannes. Davíð Rúnar búinn að bæta sinn hraðasta hring 0,4. Hann er bara að leika sér. Það. Hann er bara í sérflokki en hann er með 15 sekúndna forystu á annars sæti. Þetta verður að segjast, þetta er algjör yfirburður. Stórkostlegur akstur hjá Davíð Rúnar. Hérna er Dimmi, hérna er nú á að rimma sem væntanlega ætti að spilast úr aðeins frá fyrr. Ég held að spilast ekki úr sem er Hannes og Gunnar fyrir hugsanlega bara að loka 2 hringjunum. Þeir vil ekki verða að berjast. Hérna er Ívar að sækja. Ívar að nálgast Dimma líka ferlega mikið. Já, og hann er líka á soft, hann Ívar. Þannig að hann hann þarf að nýta sér þetta líka meðan þau eru ennþá fersk. Við erum bara að horfa á, bara næsta ring eða svo, þá er þetta komið í megapressin sem maður segir og tilrænt til framúraksturs. Já, eru milli hörðudekki nokkuð að fara að ná að halda mjúkum dekkjum fyrir aftan sig? Ekki með hvað er búinn að ná honum hratt, bara fyrir 3 ringum síðan var hann 6 sekúndur fyrir aftan hann. Já, voru það 6 sekúndur tumringi, já, þá voru þetta náttúrulega bara á þetta að vera bara einfaldur leikur fyrir Ívar. Leikur Katarins að músinni, held ég. Já, einfalt og ekki einfalt. Dimmi nú kannski ekki auðvitaðasti maður að fara fram úr. Hann kann að verja á svona, en vissulega er Ívar í mjög góðri stöðu dekkjalega séð. Hann ætti að geta aldrei tölur fyrir hraða í genubegjur og útúrum líka. En Dimmi þarf bara að verja í 6 hringi viðbót. Það verður erfitt. Ég spáði hann er ekki 1 hring. Það lítur ekki út fyrir það með hvað hann er að nálgast hann hratt. Fyrir fyrstu beygju og næsta hring, ef hann fer ekki, það verður í síðasta leið sem Ívar fyrir fram. Það er mín spá. Að því gefnum að Ívar keyrir náttúrulega bara ekkert út af, eins og hann gerir tvisvar eða gerir villur. Eins og mér fannst að fara svolítið vítt. Já, hann fór svolítið vítt að búið að tegjast aðeins á bilinu. Já. Hérna er kafli sem að Ívar getur tekið vel á hann, sem hann gerir. Það er að tímasetja þessa beygju betur, hann ætti hann mikið betra gripi út þessari beygju og þar lendi sjáiði. Já. Hann fór bara 0,2 bara í þessari beygju og þá er hann búinn að stilla honum upp fyrir. Já, hann er með betra exit og hann er með Kjölsó líka, þannig að þetta er... En það er samt erfitt að fara utan á. Það er erfitt. Hvað, Dimmi er ekki að verja? Nei, ég held að Dimmi viti bara að hann geti það ekki, sko. Eða hvað? Þetta, já. Þetta sjónarhorn var alveg ömurlegt. Já, við ráðum ekki því. Nei, það er rétt. Pröfum að færa okkur yfir að Dimma. Ef þú ítir á þriðning, ef þú heldur henni þriðning, þá ætti að summa á bílinn. Ég langar að fylgjast með þessi baráttu fyrir Lendons, einhverja leksjur hérna á fjastringunni. Og ég var klárað þetta. Bara utanverðum, vel gert. Þetta eru mjúkudekkin. Já, þetta eru mjúkudekkin. Og það stóðst ekki alveg, það voru 4 beigur í viðbót. Sama tíma og Ívar var að nálgast að taka fram úr Dimma, þá er Hannes búinn að vera að nálgast Gunna aftur og bara beint komið í skottið á honum. Já, sæll. Þannig að við ættum að tjekka á því. Það er hörkubarð og það er í gangi. Gunni með þess verið dekk. Þetta gæti... Það kom 1,5 sekúndu á hann en það kom ekki 1,5 sekúndu, þannig að Hannes er greinilega búinn að vera að sækja á. Og Hannes er að hlífa dekkjur sinum betur en það munar mjög litlu. Það er aðeins vinstra framdekki. Já, það getur munað því að á seinasta hringnum að þá getur Hannes tekið hann. Einmitt, það er þess að benda það sko að það væntanlega íkist þá. Og hann er að halda dekkjum betri eftir 3 hringi, þá er það ennþá betri eftir 6 og svo framvegis. Þannig að svona play the long game. Þetta er svona þolinmæðis veðmál. Þetta er eins og þeir segja, slow and steady wins the race.
Slow and steady. Já. Ekki fast and steady. Já, þetta hérna hvernig annars sinna aðtuga fyrir okkur í Ingi, hvernig Gulli að koma út úr hörðu dekkjumni sínum, strategíunni? Hann situr í 12. sæti og 10 sekúndum fyrir aftan Kára og rúmur mínútu fyrir aftan fyrsta mann. Hann þá verið bara með 1 stopp, fór hann aftur á hard, var það bara hörð? Gulli fór á medium síðan. Hörð medium? Já, lítur út fyrir það. Já. Ég veit ekki hvort þetta séu sterkasta pitstrategían, ég hugsa hann hefði nú verið hraðari á mýkri dekkjum. Já, ég hugsa að ef þetta verið besta strategían þá var hann líklega aðeins hærri, eða hærra sæti, betra sæti, skulum segja. Það sé hann geta taka toppana sem fyrirmynd. Já, og það er þetta að nota þessa leksju. Hvað virkar ekki, að minnsta kosti, með útilokun aðferðinni. En þetta er... Þannig að morgun Brynjólfur ert að fara að keyra hard medium. Hard. Já, hard. Þú líka, eða ekki? Það er hörku barða hérna. Hannes gefur honum ekkert eftir. Hann fylgir honum Gulla eins og skugginn. Við erum ekki að gera eitthvað með öðru óleik, eða eitthvað annar stað að spenna á brautinni. Og ég bendi ykkur á eitt sem að Spjalli var að benda okkur á. Endilega. Sjáu tíman hjá Jökli. Jökullinn hefur gert það sem við gera. 1:22. Hann fór örugglega í spes pitstop bara til þess að gera svona fastest lap. Til að ná í ræðastan Ingi. Heyrðu, það er yellow flag á þá. Á Hannes eða var þetta Gunni? Þetta var á Hannes. En þeir eru báðir í lagi en það er spurning hvort einhverju hafa verið að snúast þannig fyrir framann einhver bakkmarkar eitthvað svoleiðis en ég sé allan ekkert sko. Nei, ekki var það Davíð, það er svo langt í hann. Davíð er ennþá í lagi. Já, það lítur að vera eitthvað bakkmarkar. Já. Er Davíð ekki að detta inn á næst seinasta hringi núna? Jú, það er 2 hringir eftir. Og eina baráttan sem að vert er að fylgjast með í augnablikinu er baráttan annað sætið. Á milli Lavasjó-bræðranna í því liði, Gunni og Hannes. Aðeins búin að bæta í bíliðan Gunni. Já. Þetta snýst bara að nostra svolítið við dekkin. Þetta eru 2 hringir. Við vorum rétt að klára fyrstu beyguna, 3. beygju. Þannig að það er bara 2 hringir eftir. Það er meira að segja það að taka auka hring. Því að hraðinn á þessu bílum, þeir spæna upp dekkjunum og eins og Ívar lenti í og Jökull vantar líka. Það er bara leið út dekkin fara pínlítið, þá er fljótt af renna undan manni. Sjáu það, nú er Hannes kominn. Lætur aftur finna fyrir sér, minnir á sig. Sýnist nú við dekkjastöðuna að Gunni hafi nú hringið við bótt. Já, spurning hversu mikið. Já. Það er eiga rétt sá hringi viðbót, það er ekki mikið meira. Hvað er langt í Ívar sem núna kominn í 4. sæti? Já, hann var í 4. sæti náttúrulega. Hann er búinn að taka 4 sekúndur á Dilma sko. Já. Þetta og Hafsteinn í 7. sæti, átti hann ekki inn í pitstop. Þetta er bara ansi vel gert. Guffi inn í 7. Guffi í 7. Fylgjast nú með topparöðunum. Já, gerð það. Kíkjum tímanlega síðan yfir á Davíð og fylgjast með honum. Keyra í gegnum mark. Hann er ekkert eitthvað að taka í rólega. Hann setur fjólbláan sektor. Þannig að hann er ekki, það verður engin, já, veit ekki virðist ekki alltaf vera henni bræðra rennsli yfir endamarkið. Gunnórinn tæpur á hægra afturdekkinu. Já. Þetta er orðið svaka bara á þetta. Það er Davíð og kíkjum á þessum aðsum. Já, ég skal fylgjast með honum, ég skal láta vita þegar hann kemur í ásparki. Þetta
Þið er rosalega pressað hjá Hannesi núna, hann á örlítið betri dekkjum. Svo segir núna Hann er að finna veruna fyrir dekkjunum sínum. Davíð, þannig kemur hann yfir Ásmarkið. Þannig kemur Davíð. Verðskulda Davíð Rúnar, þetta er gríðarlega vel Frábær sigur. Til hamingju Davíð. Gunni heldur sýnist mér 0,3. öðru sæti. Já, þetta er ekki nógu Hann er í höggusli. Já, það held ég hann Það dugar ekki. Gunni tekur bara innri línu og... Sjáuð þetta? Við komum hérna saman í gegnum markið. Já. Lavasjóbræður og þar á eftir kemur Ívar, þannig að það er Team Elko í fyrsta og fjórða sæti, Lavasjó í öðru og þriðja. Hérna kemur ónefnda liðið í fimmta sæti, Hafsteinn kemur hérna. Hafsteinn með góðan akstur, sjötta sæti. Þetta er mjög gott, hann er að bæta sig. Sjöunda sæti síðast, Guffi held ég að tvímast örugglega að ná sínu besta árangri. Sjöunda sæti hérna, á kemur á guðunum, Jökull kemur hérna. Jökull, hann var... Jónægir í níunda sæti. Gleymdum að fara yfir, Jónægir er eini sem keyrði á Hondu, gleymdum að fara yfir það. Já, við vorum nú búin að tala um það í byrjun. Já, var það? Já, og Agnar kemur hérna í 10. sæti. Kári í 11. sæti eftir brösulega byrjun. Gulli í því 12. og er sá seinasti sem kemur í gegnum mark. Grjótharður á hörðum dekkjunum. Og það aðrir fá ekki að klára. Þetta er síðasti bíll á brautinni. Sýnist mér. Já. Hinn hafa búið að hringa hinna keppenduna þannig að þeir fá ekki að klára. Þetta er þá loka niðurstaðan. Til hamingju Davíð Rúnar. Þetta var glæsilega, hann var bara í raun og í sérflokki. Það var enginn sem ógnaði honum og hann fekk að keyra allt kvöld, bara hreina braut, hreint loft. Frábær keyrsla hjá Davíð Rúnari og bara fullkominn sigur. Hann var með, hann var víst ekki með hraðasta hring núna, Ívar tók hann á honum. Nei, Jökull tók hraðasta hring á honum. Ég grunna að hann hafði gert bara saman sem í formúlunni, hann fóð bara inn bara til þess að ná hraðasta hring. Það er að sína hann hefði átt að vera ofar. En þetta er bara, hróskvöldsins er til allt Davíð. Já, þetta sýnir okkur það að það er ekki bara Supran sem er að gefa hann allan hennar hraða. Nei, greinilega ekki. Þetta er bara frábær tilþrif og hörku ökumaður. Það munar líka rosalega það er kóli og startið. Já. Við vitum það, við erum að æfa okkur, við erum náttúrulega allir hennilega því 3 lýsendunir í fyrstdeildinni og við erum að keppa annað kvöld. Við vitum það æfingu hvað skiptir miklu máli að vera með hreint loft. Já, okay. Dekkin eyðast hraðar þegar þú ert að fá minna grip og það er meiri hætta á að skrika fótur og lenda á bananhýði. Sem var Ívar svolítið fall í dag. Ívar hefði hugsanlega verið að keppa, þetta hefði getið verið 1-2 Elko. Hefði getið verið það. Og þannig, og svo má lengi fara eins og með Jökull. Hann var gríðarlega hraður. Sjáum það náttúrulega hraðasta hring dagsins. Við vitum ekki hvað kom fyrir hjá Kára og Robba. Þeir hafa verið ofalega, Kári var öðru sæti síðast. Þannig að þetta er alltaf jafn skemmtilegt. Þetta er alltaf skemmtilegt. Það er alltaf jafn ófyrirsjáanlegar útkomunnar, nema að virðist að vera mjög fyrirsjáanlegt núna að Davíð vinnur keppninar. Við vonum að vera samt einhver breyting á því fyrir svona ekki eitthvað gegn honum, heldur kannski fyrir áhorfendur og fyrir stigakeppnina. Það verður svona eitthvað fjölbreytileiki. Nú förum við aftur yfir á GR3 bíla. Jú, það verður á Suzuka. Og Suzuka. Já, í Japan. Í Japan, það er Brasilia og beint í Japan, það er bara best að fara í Kyrrahafið. Það er stysta leiðin og þar verður hugsanleg rigning, er það ekki? Jú, það er möguleiki á rigningu á Suzuka. Það verður spennandi að sjá hver veðurspáin verður þar. Já. Ég veit ekki hversu raunverulega leikurinn er að herma eftir hversu mikið leikurinn er að herma eftir raunverulegu veðri í Japan. Við fór og skoðaði veðrið í Suzuka. Já. Og þetta er heitur staður í Japan. Já. Og á þessu tíma árs, ef það kemur rigning, þá er þetta svolítið svipað eins og í Singapur. Já. Það kemur síðdegisskúrir. Já, það kemur bara úrhellir. Og við erum að fara að byrja late morning. Já, svoleiðis. Ég veit ekki alveg hvað það er, ef við segja þessi 10 í keppni okkar, þannig að, og líka náttúrulega úrvalsdeildin, og það er 5-faldur hraði, þannig að raunverulega ætti að vera, ef það er farið eftir raunveruleikanum, þá ætti að vera séns á rigningu í lok keppninar. Já, það getur verið. Og það verður mjög áhvert að sjá hvernig það mun keyrast. En er þetta ekki bara fínn punktur á þessa útsendingu? Það held ég. Ég þakka bara fyrir mig strákar. Þetta var flott hjá okkur. Þökkum áhorfendur fyrir að horfa og taka þátt í spjallinu og við sjáumst eftir 2 vikur á Suzuka. Við sjáumst. Takk fyrir mig.
verið sæl. Verið sæl.